Sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir fundamenn, ég býð ykkur velkomin til 3. fundar sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldinn hér í Mývatnssveit og set fundinn settan. Áður en við göngum til dagskrár vil ég kanna hvort að einhverjar athugasemdir eru gerðar við fundarboð. Og svo vel. Við viljum vekja máls á því að föstudaginn 10. júní sendum við lista yfir mál sem við vildum að eru tekin fyrir á fundi sveitarstjórnar. Og þetta annar fundurinn sem haldinn og þó nokkur af þessum málum eru fólki verið á dags- og aukafundarins núna og við óskum bara skýring á því hvers vegna. Til dæmis erum að ræða málefni hitaveitu í Vogum, menntasókn í norðri, umræður aðalskipulag, umræður skólamál, fjallskilamál í sameinuðu sveitarfélagi, afránsstjórnun í sameinuðu sveitarfélagi, samstarf og samráðsáætlun umhverfisstofnunar og umræður framkvæmdir. Uppbygging íbúðarhúsnæðis, samþætting þjónustu við aldraðra, mannauðsstefna sameinuðu sveitarfélags. Allir þessi liðir eru ófrágengnir. Við skulum skýringa. Já, ég skal taka það. Það rétt að þessi listi barst og við höfum verið að haft hann til hliðsjónar og höfum verið að leitast við að kynna okkur þennan fjölda mála sem þarna á listanum. Við þurfum að halda því til haga að við erum í sameinað sveitarfélag og það gengur 2 sveitarstjórar frá borði mánaðamótin og það hefur reynst okkur hefði getað gengið betur að afla upplýsinga en við erum búin að vera í samskiptum við aðila sem hafa komið að ýmsum þessum málum eins og nefndir, hitaveitumál og fleira, meðal annars lögmenn en höfum jafnvel óskað eftir, í einhverjum tilfellum höfum óskað eftir fundi með fulltrúum minnihlutans sem að hafa unnið að þessum málum áður til þess að fá sem bestar upplýsingar hver staða viðkomandi mála en því miður þá hefur það bara ekki gengið en þetta allt á orðinni hjá okkur. Fleiri fyrirspurnir? Bara aðeins að bregðast við. Það verður ekkert staðið á fundum einstök málefni ef allt eftir því var í litað af hendi þeirra sem að fara með stjórnina núna. Svo það sé alveg skýrt. Það eins og alveg skýrt í 10. grein samþykkt, þannig að við höfum fullar heimildir til að fá mál tekin á dagskrá. Sem þessara mál eru bara þess eðlis að við þurfum bara aðeins að ræða þau, varða næstu skref og koma þeim í farveg fyrir sumarleyfi. Sem að varða reyndar málefni starfsmann sem að þeir búin að gera starfsloka samkomulega við og afleitt að ná ekki að klára ákveðin mál sem að þarna voru listuð upp. Þannig að bara ítreka það að við þurfum að taka þessi mál á dagskrá, við þurfum að ræða þau, hvort sem að það verður gert á þessum fundum eða bara á vinnufundum eitthvað svona. Þess að það ansi margt í lausu lofti sem við þurfum að taka samtalum og ítreka bara beiðnum að þessi mál verði frágengin fyrir sumarleyfi. Við tökum þetta til okkar en bara svo því sé haldið til haga þá höfum við sendt beiðnir sem að hafa þeim hefur ekki verið sinnt og ég veit að það eru ástæður fyrir því en þetta við höfum reynt og munum gera það áfram. Þannig að við skulum alveg reikna með að við náum fundum á næstu dögum. Kannast einhver við hvað þú tala um? Nei. Það lendir bara einn af ykkar mönnum í veikindum, svo það því sé haldið til haga og það var einn af þeim fundum sem óskuðum eftir. Já. Svo hefur þetta líka kannski með það að gera við höfum verið að eiga við mál sem snúa því að halda, áherslan hefur verið lögð á mál til að snúa því að halda sveitarfélaginu svona gangandi. Inn á annan fund komum við inn á prókúrumál og þess slags hluti fylgja fyrsta fundi og ráðningu Jóns Hóa í tímabundna ráðningu. Þetta allt gert til að liðka fyrir í skrifstofu sveitarfélagsins. Áherslan hefur vissulega verið þar en ekkert af þessum málum hefur dottið upp við dautt. Fleiri spurningar?
Svo ekki. Áður en göngum til dagskrár þá vil ég bjóða Jón Hróa Finnsson velkominn til starfa. Hann hefur verið ráðinn í tímabundna framkvæmdastjórn sveitarfélagsins og við teljum að það sé mikill fengur í Jóni. Hann kom til starfa í gær og þekkir vel til sögu beggja þessara sveitarfélaga og var hægt að tengja hann sér í samband bara leið að mætti. En ég vil leggja það fram að Jón Hrói fái sömu réttindi og sveitarstjóri á þessum fundum. Hann hafi sem sagt málfrelsi og tillögurétt. Einhver sem gerir athugasemd við það? Svo ekki, þá lít ég svo á að þú hafi réttindi sveitarstjóra á fundu sveitarstjórnar framvegis. Nú eins áður en við göngum til dagskrár þá óska ég eftir að fá að setja 2 mál á dagskrá með afbrigðum. Einhverjar athugasemdir við það? Já, svo ekki. Okkur ekki kunnugt nein mál með afbrigðum. Hvaða mál það? Ég bara reikna með að við kynnt okkur. Já, má ég kynna kannski málin og síðan tökum við það bara umræðu eða? Já, það ekki áður en við tökum ákvörðun hvort að við fullumst á að við komið á dagskrá? Já, það verður skiljið. Þá sem sagt fyrra málið, það samþykki sveitarstjórnar fyrir opnun skoðunaraðgangs fyrir Jón Hróa í heimabanka Skútustaðahrepps og Veitustofnunar Skútustaðahrepps og fullur aðgangur fyrir Gísla Sigurðsson skrifstofustjóra í sömu heimabanka sem nauðsynlegt til þess að geta sinnt fjármálastjórnun næstu vikur og mánuði. Þetta sem sagt fyrra málið. Seinna málið sem sagt í rauninni hluti á lið 4 sem við færum þá upp og myndum þá taka fyrir sem fyrsta mál og það skipun Þingeyjarsveitar í stjórn dvalarheimilisins Hvamms. Ég gef orðið laust. Ég ger ekki athugasemd við þetta bara þessu. Þá tökum við þessi 2 mál fyrir með afbrigðum og til atkvæða til formsins. Þeir sem eru samþykki því að þessi 2 mál verði tekin á dagskrá eins og gefið merki þeir sem eru sammála og það allir sammála. Og þá tökum við seinna málið sem skipun í stjórn dvalarheimilisins fyrir sem fyrsta mál en aftur fyrra málið sem ég nefndi fer þá bara aftast á dagskrána en staðan þannig að aðalfundur dvalarheimilis aldraðra núna klukkan 1. Þannig að ég legg til að Sigurður Guðni Böðvarsson og Eygló Sófusdóttir verði í stjórn dvalarheimilisins fyrir hönd Þingeyjarsveitar og til vara Jóna Björk Hlöðversdóttir og Gerður Sigtryggs. Vill einhver tjá sig þetta? Bara kannski ef ég má að ég tel bara rétt að höldum áfram til haga þessari skipan að Skútustaðahreppur var með 1 stjórnarmann og Þingeyjarsveit með 1 og það ekkert sjálfsagt að þeim fækki niður í 1 þótt að sveitarfélagið hafi sameinast. Þetta mikilvægur málaflokkur og rétt að við höndum þarna inn í áhrifum okkar og reynum að sýna þessum málaflokki þá virðingu og þá athygli sem hann á skilið og ég held að sé rétt að við reynum bara að koma þessu máli áfram og koma og bara standa að þessu. Takk fyrir það. Þeir sem samþykkja þessa skipan í stjórn dvalarheimilisins við gefið merki. Og það eru 9 atkvæði með því, þannig að þá teljum við þennan lið afgreiddan. Og þá göngum við til hefðbundinnar dagskrár. Og fyrsti liður á dagskrá tillaga Elista breytingar á gildandi samþykktum Þingeyjarsveitar. Breytingartillagan fór í fyrri umræðu á síðasta sveitarstjórnarfundi og felur í sér að fallið verði frá stjórnsýslutilraun samkvæmt 32. grein sveitarstjórnarlaga.
fyrri umræðum voru bornar upp 3 tillögur og ég ætla að óska eftir því að fá að bera þær upp núna til kosninga. Það að heiti samþykktanna endurspegli nafn sveitarfélagsins. Hjá sig það. Svo ekki... Hefur fengið kannski tillögurnar bara upp á skjá? Góð. Já. Þú ert að tala það breytingatillögu skjalið sjálft. Já, bara það tillögur sem verður til umfjöllunar, þannig að við séum þetta. Það í fundarkraftinni, ekki satt? Jú. Það sem sagt 2 skjöl með sama heiti en mismunandi dagsetningum og það líka seinni dagsetningin 20. júní. Það var skjalið. Já, þetta, já. Svona, þetta. Er þetta sýnilegt á skjánum? Já. Breytingarnar auðkenndar með bláu. Það var þetta fyrsta liðin, var þetta heiti, þá var þetta rétt að endurspegli heiti hins sameinaða sveitarfélags. Hins vegar hefur þetta jafnan heiti samþykktun stjórn og fundarsköp. Já. En í tillögunni bara stjórn sveitarfélagsins þingaði sveitarfélags. Já. Nei, það kemur þarna til að breytingum á samþykktum stjórn sveitarfélagsins þingaðasveitar. Það er samt að leggja til að það komi bara þingaðasveitar í staðinn fyrir sameinað sveitarfélags. Já, en þú Hvernig hljóðar greinir eftir breytingar? Af því að það ekkert samkvæmt þetta skjal með þetta eftir. Já, það sem við áttum að bara ekki alveg á að sendum 3 þarna tillögur inn og svo þarna komið uppfært skjal en við sjáum kannski ekki alveg að það endurspegli þær tillögur sem við lögðum fram. Í þessu skjali ekki búið að innvinkla þær tillögur sem við sendum. Það þessi með nafnið. Já, í númer 1 og síðan í öðru lagi þá óskuðu eftir að lögðu þið til að fella út 18. grein en í staðinn fyrir að fella hana út þá leggjum við fram tillögu að henni verði breytt og það breytingin, það var það sem ég ætla að útskýra í næsta lið. Svo þriðja. Og þriðja tillagan var svo að í staðinn fyrir 5 menn í skipulagsnefnd yrðu þeir 7 og við ætlaðum einmitt að bara opna fyrir umræður einmitt þessar tillögur. Þá við höfum rættar við fyrri umræðina og já, ekki bara gefa orðið laust og við bara fjallum þessar tillögur og síðan kjósum við þá hverju og eina fyrir sig. Og ætlum við þá... Já. Má ég meina? Já. Ætlum við þá að fjalla bara tillögur K-lista í þessu og svo hann verður haldið áfram með vinnsluna. Já. Okay. Þannig að við erum að fjalla þessar 3 breytingatillögur sem komið fram í lok fyrir umræðu af því það var ekki kosið sérstaklega þær eins og var kosið aðrar breytingar sem voru lagðar fram við fyrir umræðu þannig við teljum rétt að það sé kosið einnig þessar breytingatillögur og við fáum þá bara aftur umræður þær. Þannig að ég gef orðið laust þessar 3 breytingatillögur. Við skulum þá bara byrja á heitinu. Þú varst búin að lesa bara þessa fyrstu? Nei, ég las þar allar. Það var svo sagt, ég skal lesa þar aftur, að það að heitið samþykktina endurspegli nafn sveitarfélagsins sem var áður sameinað sveitarfélag Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar en verði hins vegar Þingeyjarsveit eins og hefur verið ákveðið. Þetta fyrsta tillagan og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljós. Helgi, þú nefndir það að í titli samþykktanna væri vandaði og fundarsköp. Já, því að það ekki ég er að veltaði fyrir mér hvort að þetta inniberi breytingana því að samþykktin eins og stendur núna samþykkt stjórn og fundarsköp sameinaðs sveitarfélags Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar. Þannig að eftir breytinguna verður þetta samþykkt stjórn og fundarsköp
þingheiðsveitar. Já. Þannig að það sé ekki verið að fella, þetta fjallar mjög mikið bara struktúrinn fundarsköpun. Já, nákvæmlega. Og það komið að hann var að setja þetta inn, sko. Já. Með þetta svona. Já, við Svona þá. Sýnum fyrir þetta eins og þannig að hún líti þá svona. Þetta heitir þá samþykktum stjórn og fundarsköp. Þingeyjarsveitar. Já. Þannig að já, þú farðum bara uppfærum það hér. Já. Og þeir sem geta samþykkt þessa breytingu gefur merkiðinsanlegast. Það eru allir sem eru samþykkir því. Þá er það annar liðurinn, önnur breytingartillaga sem kom fram og það var að 18. grein eins og hún er í gildandi samþykktum falli brott. En í staðinn fyrir það að hún falli brott að þá leggur E-listinn til að hún hljóði eftirfarandi. Sé sveitarstjórnarfulltrúi forfallaður stundarsakir skal hann boða varamann sinn til fundarins og tilkynna eða láta tilkynna forföllin til sveitarstjóra. Varamenn taka sæti í sveitarstjórn í þeirri röð sem þeir eru kosnir þegar aðalmenn þess lista sem þeir eru kosnir af forfallast. Ef framboðslisti er borin fram að tveimur eða þeir í stjórnarflokkum eða samtökum geta aðalmenn listans komið sér saman mismunandi röð varamanna eftir því hver aðalmanna hefur forfallast samanber 20. grein sveitarstjórnarlaga. Tilkynningum slíkt samkomulag skal lögð fram í upphafi kjörtímabils og gildir hún til loka þess. Þessi. Já, þú veist, já. Nei, þetta er ekki í skjælinu, sko. Þessu. Jú, þetta er 13. grein. 13. Já, þetta er, já, ok, fyrir, já. Ég er bókstaflegur í greinalestinu. Það er hérna 13. Já, þetta er 13. grein breytingartillögunnar. Já. Akkurat. Ég skil, já. Ég gef orðið laust. Já, mér finnst þetta ekki alveg í takt við það sem við lögðum fram sem var náttúrulega bara að vísa þetta beint í sveitarstjórnarlögin varamenn. Þetta er til dæmis sko að vísa í hluti sem ekki eins og til hjá okkur með því að vísa í bæjarstjórn og bæjarstjóra og þetta svona fyrirkomulag er náttúrulega bara arfleið sko gamla R-listans. Ég velti fyrir mig hversu við þurfum nákvæmlega þetta flækjustig hjá okkur. Og hvert skýrir þetta meira heldur en sko gildandi raunverulega sveitarstjórnarlög og kosningalög gera sko. Já. Hvað bætir þessi klausa við sem að vantaði? Það er svona spurningin. Ég tek alveg undir það að þetta er kannski óþarfa flækjustig og má ég leggja til að við einföldum textan og greinin hljóði þá varamenn taka sæti í þeirri röð sem þeir voru kosnir til sveitarstjórnar eða eftir samkomulagi sem aðilar að sameiginlegum framboðslista hafa komið sér saman Tilkynningum slíkt samkomulag skal lögð fram í upphafi kjörtímabils og gildir hún til loka þess. Það segir í rauninni, já, það sama en þetta er einfaldara fyrirkomulag. Orðið er laust. Ég velti fyrir mér og finnst það ekki hvað að koma fram. Hver er tilgangurinn með þessu en það vísa bara í 21. grein sveitarstjórnarlaganna sem fjallar varamenn? Þetta bætir að það sé ljóst til dæmis að það sé hægt að skipa varamenn af að það sé hægt að skipa varamenn sem sagt aftar af listar. Gjörðu svo vel, Knútur. Það kannski hefur með það ef að svo ólíklega veiti til að landsmálapólitík væri að koma hér inn og það kemur fram þessir eins og nefndir, klárlega er listaklausa en það er sem við lokum við að skotið að það muni gerast að landsmálapólitík til dæmis eins og á Húsavík myndi smita inn í okkar samfélag með stækkandi samfélagi. Hversu hún er gagleg eða ekki, það veit ekki en þetta er svo sem vandalaust að hafa. Jón Hróður, stóðið orðum. Já. Gjörðu vel. Það er bara, ég vil bara segja að það er margt í samþykktunum sem er beinu vísun í lögin eða jafnvel endurtekinn texti úr lögunum
Tilgangur með því að endurtaka slíkt í samþykktunum er að það sé bara aðgengilegt á einum stað fyrir þá sem er að leita fyrir hönd, leita þeim reglum sem gilda í sveitarfélaginu. Það er ýmislegt fundargerðir, mætingu, þess að það sem er endurtekið í samþykktum, þannig að það er ekkert óeðlilegt við það að það sé endurtekinn texti, aðalmálið er að þarna sé samræmi á milli. Í þessu tilfelli er texti nánast samhljóða sveitarstjórnarlögum eins og við bendið á. En það er, eins og ég segi, það er margt sem er þannig í samþykktum. En hvort sig gengur? Má ég spyrja þess ekki á þessum knútu nefnir sko, og erum við ekki starfandi eftir því fyrirkomulagi sem er til að mynda í Norðurþingi. Á hverjum tímapunkti getum við breytt samþykktunum með eitthvað gefur tilefni til þess sko. Ég velti fyrir mér sko, já ég bara velti fyrir mér tilgangnum með þessu, mér finnst það ekki enn koma fram sko. Okkur að fara út fyrir lögin. Já. Já, kannski bara eins og kannski kemur fram þá er þetta nánast orðrétt úr lögunum. Já. Það var eins og við segjum að væri gott að fá svona skýringar hvers vegna núna frekar en seinna, en öðru leyti þá bara mælist við til þess að það verði vísað í sveitarfélagi og sveitarstjórn frekar en bæjarstjórn og bæjarstjórn, bara svo því sé haldið til haga. Sjálfsögðu. En mitt í því sambandi að þá var það komið inn í annað skjal og það hefur kannski, eins og við vitum, fundagáttin er aðeins já, skipulagið hefur eitthvað aðeins riðlast hvað það varðar. En þetta er ekki eitthvað sem er eitthvað svona stórmál í okkar huga og er það sem sagt í standi við ykkar tillögu að þessi grein verði bara felld brott. Já, mér svo sem sko. Ekki Nei, hjartasmál sko. Þetta er ekki aðalatriði bara Nei, alls ekki. hvert það væri með þessu að vísa í lögin. Já, einmitt. En mér finnst það svo sem hafa skýrt þetta ágætlega en Já. Hvað leggur þú til, Jón Hrói? Sú tillaga sem gengur lengra í sjálfu sér er svo að hafa texta, myndi ég segja. Það er svolítið svona bara hvora við eigum að bera upp á undan. en niðurfelling er kannski afdrifaríkast. Sko, já, niðurfelling er afdrif, jú, það er reynda rétt, en það er þá með vísun í, já, það er rétt hjá þér. Ég myndi bera það upp til atkvæða fyrst, eða á kjósa, ef það er ekki. Einmitt. En sko, hvað segir þið, sko, Og þá, eins og myndið þið eitthvað vilja draga þess að til okkur tilbaka að fella greinina út, sko, eða, sko, mér finnst þetta ekki kannski eitthvað svona, þetta er ekki stóri punkturinn, sko. Nei. En eins og ef að þetta skjal heldur sér, viltu laga bæjarstjórn? Já. Bara laga sveitarstjórn, sko. Já. Nefnum það alltaf að fara bara í þetta eins og í Norðurþingi. Kalla þetta bara víst bæjarstjórn. Nei. já, þetta er reynda, ég þarf að geta með því að þetta vistast ekki í kerfinu. Já. Já, það segir eitthvað, sko. Nei, Kemur þetta ekki meira sem stað? jú, mér finnst það, sko, Þetta er ekki. þetta snertir okkur ekkert, þess að kannski eru svona eitthvað að spá í þessu, en Já. ég held að persónulega geta alveg hugsa mér að samþykja svona, sko. Spurning, eigum við ekki bara að bera fyrst upp tillöguna að 18. grein verði felld út eins og hún var? Þetta eru þá til að bara tilbúin Já, Það var fallast á þessu. Ok, þá bara verður 18. grein bara óbreytt. Nei, það þarf að bera hann við. Nei, fyrirgefið, Já. þá berum við upp tillöguna þennan texta sem að var lesin upp áðan, sem að kemur þarna fram á skjánum og þeir sem að samþykkja gefi merki. Og það eru allir sem samþykkja. Þriðji liðurinn þriðja breytingatillagan
fjallaði að í stað 5 verði 7 nefndarmenn í skipulagsnefnd. Gefa orðið laust. Jóna var fyrst. Já, bara kannski til þess að bara árétta það sem kom fram á síðasta fundi að við erum með gríðarlega stóra skipulagsheild og stórt verkefni framöndan og við teljum að þetta geti svona við nefndina að hafa fleiri sem kom að þessu og bara áfram að það sé mikilvægt að dreifa þá nefndarmennum líka víða sveitarfélagið. Ragnhildur. Já, ég takk fyrir. Ég fann ekki þessa breytingu inn í skjalinu. Nei, Passar það? það líka passa. Jón Þór. Ég held að megi líta á skjalið sem slíkt sem ég er með á skjánum núna er breytingatillöga B-listans á sínum tíma. Breytingatillögurnar ykkar kom fram í innganginn á bókuninni. Þannig að þetta er í raun og veru, ég ætti kannski frekar að vera bara í aðalskjalinu að breyta upprunalegri samþykkt frekar. Já. En tillagan er borin upp. En tillögurnar er kannski að fara undir gögnin líka, þannig að þetta verður mjög skýrt. Vissulega rétt. Nú kannski Já, Knútur, gjör svo vel. Mig langar að leggja fram bókun þetta mál í heild sinni, þetta breytingatillögu. Þessa breytingarsinni. Og það er þá ekki að segja ósk að það hefði bókað. Samþykkt til undirbúningsstjórnar sameinaðs sveitarfélags sem Þingeyjarsveit er í gildi. Það stjórnsýslu fyrirkomulag sem þær innihalda í sér framkvæmdastjórn sem sitja 3 sviðsstjórar og kjörnum formann framkvæmdastjórnar. Í þeim er ekki... Erum við ekki að ræða tillögurnar? Ég ætla að lesa bókun. Var það ekki heildin? Já. Erum við ekki, við þurfum að klára Ég kemur þetta á þessu í þessu. Afturlega að fá skýring á stundarstjórninni. Í þeim er ekki skilgreint hlutverk sveitarstjóra og framkvæmdastjóra því erfitt að ráða slíkan fyrir þær breytingar sem nú er fjallað ganga í gegn. Þess vegna liggur á að afgreiða þetta. Með þessu er ekki gefið í skyn að samþykktir skuli umgangast að léttvægan hátt. Þær eru vissulega hryggjarstykki í stjórnsýslu sveitarfélagsins. En staðan er þannig að á þessu liggur. Því tel ég að ekki sé hægt að samþykkja fleiri breytingar á svo stöðu. Varðandi önnur mál tengd samþykktinni þá er viðbúið að við samruna stjórnsýslukerfanna að reynsla næstu mánaða leiði í ljós að einhverjar úrbætur séu æskilegar. Þá er hægt að fara yfir mál eins og að breyta nefndum og meðal annars taka til skoðunar tillögum að fjölga í skipulagsnefndir 5 í 7 og fleiri atriði sem munu þurfa endurskoðunar við. Það liggur hins vegar á að koma sér í breytingu í ferli og til ráðuneytis, enda eru aðrar breytingar en brotthvarf frá stjórnsýslukerfum auðsóttari síðar samanber sögubreytinga á samband. Takk fyrir það, Helgi. Og þegar þú nefndir, Knútur, að þú ætlar að koma inn á þessa breytingartillögu sem við reyndar erum ekki búin að klára umræðið eða afgreiðslu á varðandi 7 manna skipulagsnefnd, þá ertu vantilega að vísi að þið tekja ekki tímabært að gera fleiri breytingar. Það er þetta mjög smávægileg breyting í gríðarlega yfirgripsmiklu breytingarferli sem við erum búin að vera í. Þannig að ég vil að við höldum því til streitu að láta það reyna á að fjölga þetta snýstu bara um að skipa 1 mann á listi til viðbótar vegna þess að þetta er stærsta skipulagsheild landsins. Við erum með nýtt aðalskipulag sem við verður í mótun næsta árið. Við erum með óbúslega strembin skipulagsverkefni framöndan og það er ljóst eftir skipaninu nefndina að það er ákveðin svæði í þessu sameinaða sveitarfélagi sem hafa ekki skýrað upp þar inni. Þetta væri þá tækifæri til þess að allavega leitast eftir því að styrkja starf þessara nefndar og ég fellst ekki á þá skýringu að þetta sé í eðli sínu svo veigamikil breyting að það sé hægt að gera allt annað en þetta. Hans. Gjör svo vel, Knútur. Nei, þetta er ekki veigamikil breyting og hefur mikið með sér í rökum, en ég hugsa bara að það sem verið að samkeyra nefndir með mismunandi fyrirkomulagi, þá muni fleira koma á daginn á þurfi, ekki bara þessi 5-7 heldur. Mögulega eru verkefni umhverfisnefndar og annað slíkt á þessum toga líka. Þetta er eins og segir viðfylgd sveitarfélag. Takk. Aðeins
Það sem að við erum kannski fyrst að hugsa, einmitt eins og Knútur segir, að við eigum eftir að kannski að skoða nefnda fyrirkomulagið betur. Það eru fleiri nefndir sem hafa gríðarlega viðamikil hlutverk og þetta er svona eitt af því sem að ég myndi vilja skoða í heild sinni í nefndakerfinu. Hvort að við fjölgum í einni nefnd eða ekki, en ég tek alveg undir það að verkefnin eru næg og mikil framöndan. En ég vil leggja til að við frestum því að taka afstöðu til þessa máls núna og gerum það frekar í heild sinni þegar nefndirnar verða endurskoðaðar í haust þegar við förum yfir erindisbréf og fleira. Gjörðu svo vel. Já, ég var enda búin að biðja orðið. Ég sagði það ekki fyrir ekki. Já, ef ég skil orðin rétt, Knútur, þá ertu að leggja til að við frestum breytingum á samþykktum öðrum en sem snúa beint að stjórnskipulaginu. Og ertu að leggja til að við hættum við breytingar á varamannaskipan, hæfi, fjölda sveitarstjórnarmanna, bara fá skýringar. Já, skal. Gjörðu svo vel. Þetta er kannski þetta er ekki alveg rétt orðað hjá mér. Það sem að mér finnst að þessi breyting með 57 geti farið með skoðun á nefndarstörfum þegar þau fara af stað. Það er kannski ekki rætt hjá mér að þetta er staðan eins og núna. Mér hugnast alveg þessar lagfæringar þarna í nafni og þessi aðkjöndagarinn sem skiptir ekki miklu máli. En svona leggja á það áherslu að það þurfa að klára þetta til að koma þess áleiðis svo við getum ráðið setjastjóra. Takk. Gjörðu svo vel. Mér finnst þetta athyglisvert sjónarmið að þetta er frekar svona smávægileg breyting í þessari mikla breytingaflaumi sem við erum búin að vera í núna síðustu vikur og við lögðum það til reyndar strax í upphafinu með vísan í bókun frá fyrsta fundi að við myndum bara bíða aðeins með að fara í þessar grundvallar breytingar. Við hefðum getað ráðið í stjórnanda stjórnsýslusviðs og verið að auglýsa eftir slíkum fyrir einhverjum vikum síðan ef við hefðum bara dregið aðeins andan. En við leggjum mikið á að breyta ýmsu í grundvallaratriðum og við erum mjög hissa á þetta einhvern veginn. Það sé alveg rétt að það sé og það verður viðvarandi yfir kjörtímabili tilefni til þess að endurhugsa nefndaskipan og hvernig störfin eru og hvað raðast hvar og hana. Þessar smávægileg breyting sem skiptir máli núna strax. Og ég hugsa ef að þetta er of viðamikil breyting til að taka til afgreiðslu því þetta er vissulega tillaga K-lista og við frestum henni ekki nema eftir einhvers konar samkomulagi að við drögum hana tilbaka að þá myndi ég bara leggja það til að við frestum öllum breytingum á samþykktunum, ráðum stjórnanda stjórnsýslusviðs og gerum þetta bara í rólegheitunum í haust. Það mun í eðli sínu vera farsælast fyrir starfsemi sveitarfélagsins því að svo leið sem við erum að fara núna er að ráða ráðgjafa sem er mætast í maður í þriðjung stöðugildi sem að kostar meira en að ráða ykkur stjórnanda. Og ég í ljósi þess sem að Knútur er að segja þá held ég að það væri farsælast fyrir okkur að hingra með þessar breytingar, gera þetta af yfirvegun þegar það er rýmri tími og við erum búin að koma okkur betur inn í öll þessi mál og legg það hér með til. Til þess að leysa praktískan vanda getum við auglýst eftir stjórnanda stjórnsýslusviðs með fyrirvörum að hlutverk hans kann að breytast ef að sú leið er kláður. Sára einfalt í raun og veru. Já, verðum ekki að halda okkur við þessa tillögu, þetta snýst í rauninni þessa fjölgun í þessari einu nefnd og nú samþykktirnar sem er í gildi, þær hafa náttúrulega voru vel undirbúnar og ég tel ástæðulaust að vera að rýna í svona einstaka hluti. Ég vil horfa á nefndirnar sem í heild sinni og endurskoða þann kafla í heild sinni. Þannig að ég legg til að þessari tillögu verði hafnað að sinni. En verðum þó ekki að bera upp á þar tillögur, bæði tillögu Helga og klárlega svo sem gengur lengst. Já, þannig við skulum Já, það skiptir bara legg til að öllum breytingum á fyrirliggjandi samþykkt sveitarfélagsins verði frestað. Já, þeir sem eru sammála, gefum merki. Það eru 4, þeir sem eru mótfallnir, það eru 5.
Þá legg ég til að varðandi 3. breytingatillögu K-lista að nefndarmenn í skipulagsnefnd verði 7 í staðinn fyrir 5, að henni verði hafnað að sinni en tekin inn þegar á haustmánuðum þegar að nefndakerfin okkar verða endurskoðuð. Þeir sem eru sammála. Fyrirgefðu, þú ert að bera tillöguna upp. Já, sko hún raunverulega ber fram frávísun á tillögu. Já, ég að bera fram frálýst. Já. Þú ert sett með frávísun á þetta, þú ert að leggja það til, sko. Er það þannig að við leggjum fram þessa tillögu og þú ert að gera tillögum að þessari breytingatillögu verði vísað frá, bara annað sé alveg skilt? Já, að þessari breytingatillögu verði vísað frá. Er hægt að afgreiða frávísun breytingatillögu? Svona. Já, er ekki bara raunverulega einfaldara að bera tillögu en að held að sé svona lagalega skýrara. Að þetta svolítið flókið, sko, það komið breytingatillögu sem í frávísun og tillögu og breytingatillöguna, þetta óttar á flækjustig. Er nokkuð þýtt þá til fyrirstöðu? Nei. Og þá bara berum við tillögu K-listans upp að í stað 5 verði 7 nefndarmenn í skipulagsnefnd. Fleiri sem vilja tjá sig eða getur við? Já, ég skal. Ég er bara alveg sammála því sem hefur komið fram hérna að ég held að sé ekki tímabært að fjölga í þessari nefnd. Ég held að það ætti bara að prófa að gera hann stað og ef það gengur illa þá má fjölga í henni. Ef það gengur vel þá kannski bara gengur verri ef það eru 7 í henni og alveg bara eins að ef það kemur upp eitthvað í annari nefnd að það þurfi fleiri eða þurfa að breyta fyrirkomulagi nefndana þá sé bara tímabært að taka það fyrir þess að ekki núna. Fleiri sem vilja tjá sig? Þá komum við til kosninga. Hverjir eru samþykkir því að í stað 5 verði 7 nefndarmenn í skipulagsnefnd? Það eru 4. Hverjir greiða atkvæði á móti? Það eru 5. Þá erum við búin að fjalla þessar breytingatillögur sem komu fram og önnur umræða eru einhverjir sem vilja tjá sig frekar í þessari annari umræðu breytingatillögur sveitarfélagsins. Til skýringar þá vorum við að ræða þær breytingatillögur sem við gerðum á síðasta fundi. Ég var að segja að við erum búin að fjalla þær. Já. Og þær eru sagt, liður í annari umræðu breytingatillögur E-listans frá síðasta fundi. Þannig að önnur umræða breytingatillögu E-listans, það er hún sem er til umræðu þá núna, eru einhverjir sem vilja. Þurfum við ekki gegnum það aftur lið fyrir lið, það sem hefur breyst frá því síðast? Sem er í rauninni þetta sem vorum að afgreiða núna og kjósa Það er ekkert annað sem hefur breyst síðan síðast, þannig ég álít sem svo að við séum búin að fjalla breytingarnar sem hafa orðið frá því að fyrri umræðu lauk. Við erum búin að greiða atkvæði þær. Er það örugt að við erum búin að ræða allar breytingar? Já, sko. Jóna. Takk. Við náttúrulega ræddum ýmislegt við breytingatillögu E-lista á síðasta fundi og lögðum fram ýmsar hugmyndir til dæmis íbúaráðin og kynntum fyrir ykkur aðra nálganir sem við töldum að gætu nýst til þess að skerpa til dæmis hlutverk íbúaráðana. Tillögum að gera við fastanefnd og fólk þurfa ekki fólk fái greitt fyrir vinnu sína og sem sagt þá niðurstaðan svo að það verði ekki gerðar neina breytingar á því sem hefur verið lagt fram sem breytingatillögur E-lista.
Já, niðurstaðan allan var svo að þetta kom ekki fram sem formleg tillaga, þetta var umræða, þannig að þessu hefur ekki verið breytt. Ég hef alltaf verið mér á sama vegi. Ég var því miður fjarverandi en ég hlustaði á síðasta fund og það var mikil umræða margar greinar. Þess vegna ég nokkuð hissa ef það var ekki tekið tillit til nokkurs. Ef við erum búin að fjalla allar breytingar frá fyrir umræðu þá þýðir það í rauninni að það var ekki tekið tillit til nokkurs sem að fram fór í umræðinni. Knútur. Í sjálfum sér ekki alls kostar rétt. Það sem áherslan á að koma þessi gegn hratt og til ráðuneytis. Og þá má líka líta á þannig að það alveg þá tími til að þetta nefndarstörfum og slíku. Það breytingar eru auðsóttari og okkar á stjórnsýslustigi. Gjörðu vel. Mér langaði bara til að forvitnast við ræddum vanhæfnistillöguna til dæmis. Já. Hefur hún ekki rætt innan hópsins aftur? Jú, það er rétt hjá þér. Hún var rædd og þetta er náttúrulega, það var samþykkt að falla frá henni. Já, sem sagt falla frá breytingar. Já. Ég held sé fyrir ofan Já. En það er náttúrulega, þetta er ekki rétt skjál þannig að það er ekki marka. Hún úti. Já. Já, heimaðis. Það var þetta með annan lið. Já. Já, Já. Akkurat var allir það að tala þessa ágætt umræðu sem áður sétt að fyndi hugsun mín gagnvart vanhæfi náði til þess að tryggja að menn var ekki fjalla mál sér tengd en þessi hugsun að menn getur nýtt sér vanhæfi til að komast hjá ákvörðunum og var bara svo ferðinir. Þannig að það var gott að fá þetta akkurat þess umræðu það. Akkurat. En með eina spurningu í sambandi við fjölda fulltrúa í sveitarstjórn og brotthvarfi frá stjórnsýslutilrauninni sem fólst í annars vegar 9 fulltrúunum og hins vegar skipulaginu. Velti fyrir mér svona hvort það tekið umræðu í ljósi þess sem fram fór á síðasta fundi það hver er nauðsyn þess að falla frá þessu strax umfram það bara að endurskoða þetta kjörtímabili hvernig þetta gengur. Kannski ganga þessi íbúðaráð bara alls ekki neitt og þetta sé betri lending, ég svona skil ekki alveg. Ef það er rétt þess að búta sér sem var einhvern veginn að afgreiða kjarnan en ekki aukaatriðin, hvers vegna erum við að fara í það núna? Eftir þá að tala af hvernig íbúðaráðin inni? Nei, ég er alltaf verið með af hverju er áherslan á að fækka fulltrúunum eða festa það. Eftir kjörtímabili? Já, það fyrir bara að endurskoða tilraunina eins og lögin kveða á. Já, og bara aðeins áfram á þessu svipuðu nótum að því að fjöldi fulltrúanna eru þetta tilraunaákvæði og ef við fellum út tilraunaákvæði þá hefur við enga rétt til þess að fara aftur í tilraunaákvæði næstu 8 árin og ég myndi vilja leggja það til að við ættum þetta inni ef við komumst að raunum það að íbúðaráðin séu ekki að virka fyrir okkur og skilja okkur ekki því að við séum þá ekki búin að binda okkur í báða fætur og hendur og ökla og allt þetta til þess að ef að reynslan sýnir okkur annað. Það er munar hverja manneski sem hefur rödd á sveitarstjórnarfundi. Já. Vilja fleiri tjá sig um þetta? Já, ég er svo sem alveg ágætur punktur að þetta við megum ekki taka þetta upp aftur ef við föllum frá þessu. Ég held samt að þetta með að þetta tryggir þetta fleiri raddir en þetta tryggir alls ekki raddir af öllu svæðinu eins og kom nú í ljós í kosningunum að það er ákveðin svæðishalli í sveitarstjórninni. Þannig að ég held að þetta sé kannski ekki lykilatriði að séu 9 í sveitarstjórn og í svona fámennu sveitarfélagi. Helgi, gjör svo vel. En kannski bara punkturinn er ef við föllum frá þessu þá getum við ekki gengið tilbaka en við getum tekið ákvörðun að breyta þessu eftir 2 ár ef að þetta reynist illa eða það er ástæða til þess. Það er bara þetta er bara praktísk vangavelta Ef það kemur í ljós að þetta gengur glimrandi vel og við erum búin að ákveða að falla frá þessu þá getum við ekkert gert í því Já.
Fyrirspurn frá fundarnefndar. Já, Erum við að tala um þá, við erum að tala um skipulagsbreytinguna þar sem þessar sviðstjórabreytinguna frá sviðstjórunum. Nei, við erum að tala um að fækka úr 9 í 7 fullt. Er það í tilhóðan? Þetta er alveg neðst í breytingartillögunum. já, Er þá að falla frá tillögunarákvæðum, öllum tillögunarákvæðum og bæði tilhörin ákvæði sviðstjórana 3 Já. og 9 manns í sveitastjórn. Ok, já, í staðinn fyrir 7. alveg farið fram með mér að Já, ok. En þá frá og með næstu kostningum. Já, bara næsta kjörtíðan, næsta kjörtíðan. Já. Þetta er vissulega góður punktur. Það er svo sem ekkert sem að kemur í veg fyrir það að það sé hægt að skoða þetta seinna á kjörtímabilinu af því það er ekkert, þetta getur, það er ekkert sem kemur í veg fyrir það. Þannig að ég sé svo sem ekkert því til fyrirstöðu að við getum dregið það tilbaka núna. Sjáu þið það? Eyþór? Já, ég held að þetta sé alveg rétt sko og ég get bara sagt það eins og Hlynur og síðast ég er ósammála þessu. Já. Mér finnst ekki að þetta vera nýju í sveitarstjórn en þetta er alveg rétt að það bara er þá hægt að draga tilbaka seinna ef það finnst ekki fundarherbyggi sem að passa 9 manns í. Eða þannig. Úlla, gerðu vel? Mér langar bara að spyrja hver eru rökin fyrir því að þetta ekki vera nýju þegar ekki komin inn reynsla? Já, bara til dæmis, kostar þetta náttúrulega meiri pening og svoleiðis en það er náttúrulega bara viðmið í sveitarstjórnarlögum sem að gera ráð fyrir 7 í sveitarstjórn í þetta fjölmennu sveitarfélagi en þannig ég held að það sé bara full ástæða til þess að halda sig við það en ég er alveg tilbúinn að halda þessu inni þessu tilrauna ákvæði og endurskoða það seinna. Það er hægt að fara úr saman. Já, má ég aðeins svara Afleðst í skjálfinn. að varðandi rökin fyrir af hverju 7 en ekki 9. Við erum bara að taka undir með Eyþóri að það er lögin sem að gera ráð fyrir því að sveitarfélag af þessari stærð séu ekki með 9 og þó við séum landstórt sveitarfélag að þá erum við með þeim neðstu sveitarfélagum með fjölda íbúa á ferkílómetr. Þannig að ég sé ekki að þrátt fyrir það að við séum landstór, geysilega stórt land sem að er ekki búið á eða er ekki byggð í okkar sveitarfélagi, að þá sé ég ekki rökin fyrir því að við þurfum 9 manns í staðinn fyrir 7. Svo er bara það búið. Að stóð beðum orðið eða? Bara, ekki. Já, gjör svo vel. Það er alveg rétt að við erum líka að glíma við þetta dreifbýli, þessi blönduðu samfélög sem eru ólíka margan hátt. Og þessi fjöldi sveitarstjórnarmanna séu vissulega ekki trygging við því að það dreifist endilega út um allt. Ekki vera meiri líkur heldur en minni. Þannig ég get alveg tekið undir þetta að halda þessu inni. Já. Hvaða tillaga gengur það lengst? Hvaða tillaga berum við þá upp? Þið getið náttúrulega, þetta er eitthvað til að þið getið dreigað hann tilbaka. Já. Ég legg til að það er bara borðið undir atkvæði ég er að skrifa í fundargerðina Sveitarstjórn samþykkir breyta ekki ákvæðum vanhæfi og fjölda sveitarstjórnarfulltrúa eins og gert var ráð fyrir upphaflegri tillögu E-lista. Og reyna að bera þetta undir atkvæði. Já. Þú er lest áttur. Já, sveitarstjórn samþykkir að breyta ekki ákvæðum vanhæfi og fjölda sveitarstjórnarfulltrúa eins og gert var ráð fyrir upphaflegri tillögu E-lista. Já. Þá berum við þetta undir atkvæði. Þetta fari Óbreytt, bæði vanhæfið og óbreytt og fjöldi sveitarstjórnarmanna óbreytt. Getum til öryggis vísað í þetta það samkvæmt 29. grein. Hvað var hitt? Það var Vanhæfi
vanhæfisregla. Já, hún er ofar. En fyrir ofan líklega breytingu á 18. grein. Já, varamannabreytingum. Hann er 12. Þannig að 12. Já. Þetta er við samanber 12. og 29. grein. Já. Og við, Þá drögum við tilbaka tillögu breytingu á 17. grein varðandi vanhæfi sem verður þá óbreytt og við drögum tilbaka tillögu að fella brott til ákveðin fjölda sveitarstjórnarmanna og þeir verða áfram þá 9. Já, menn þetta Já. er bara það sem þið gerir. Já, það bara að gera það, við drögum það og Það er bara nokkuð samþykkja það sérstaklega. Nei, það er bara að fætta bókar. þá þessi breyta bókunina. Já, En nú þið erum í svona miklu stuði, ég hef ekki að fresta bara öllum breytingunum. Það við að bera hendur að. já. Er það Elísi? Sko, Já. réttara sagt, nú þar ég náttúrulega að bera fram sko, tillöguna aftur breytingatillöguna, þannig að þetta sem að ég var að segja hér áðan það þarf að koma inn í þá tillögu. Þannig að, sko, að ég legg til að sveitarstjórn samþykki hér með breytingatillögu E-lista ásamt þeim breytingum samkvæmt tillögum K-lista sem urðu á milli umræðna og hafa fengið umfjöllun. Að því undanskildu að 17. grein verður óbreytt vanhæfi og tilrauna ákvæði fjölda sveitarstjórnarmanna verði óbreytt. Ég legg til að Jóni Hróa Finnssyni verði falið að koma samþykktunum til staðfestingar innviðaráðuneytis. Þurfum við ekki að samþykkja hverju eina grein sem að tekið hefur breytingum eins og hún hljóðar eftir breytingar og svo samþykktirnar í heild sinni að því loknu. Áður við getum falið honum að senda nokkuð. Þetta er grundvallar plagg sveitarfélagsins sem við erum að passa að það sé Já. nokkuð eins og við Var þetta rætt alveg hver og lesnar allar greinar í fyrri umræðu. Nú erum við að gera breytingar á samþykktunum. Þá þurfum við vantilega að samþykkja þær greinar sem að tekið hafa breytingum og svo samþykktirnar. Við þurfum ekki endilega að fara í umræðuna alla að nýju, sko. Þetta er bara að passa að þetta sé örugglega allir sáttir við orðalagið, sko. Ég ætla að finna samþykktina fram alltaf á þráinn og rúlum í gegnum þeim og í gegnum þær og förum þá í gegnum þess eigin samþykktina. Jú, þær eru Undir málunni eða? Nei, þær eru undir síðasta fundi. Þannig að þetta er rétt aðtöð að við þurfum að ganga út í þessu réttur texti að fara hjá ykkur. Skulum við svo bara það manns Vil ég ótt þetta að gera pínu fundarhlið og kera svo í þetta? Jú, Og græða kaffi. já, tökum okkur smá hlé. það er spurning hvort að einhver tekur að sér að senda
Heyrðu, þá erum við komin aftur hér eftir hlé og ætlum að fara yfir breytingatillögu á samþykktum sveitarfélagsins og ég ætla að óska eftir því við fundarritara, Jón Hófa, að hann fari yfir breytingarnar. Gjör svo vel. Breytingarnar eru á skjánum. Ég ætla að fara í gegnum þær og það eru smávægilega uppsetningar eins og þessi númer sem koma fram í orginalnum sem við erum að vinna út frá. En þá fyrsta breytingin er breytingina í titlinum. Að samþykktin heitir eftir breytingin er framganga samþykkt stjórn- og fundarsköps þingaðarsveitar. Í 3. grein er búið að fella út. Bara svo skil ég sko, er ekki rétt að berið þá hverja breytingu upp eða? Jú, við vorum að vísu búin að bera þessa upp en við skulum þá bara gera það aftur. Þeir sem eru samþykkir, gefa merki. Allir samþykkir. Nei. Jú. Já. Ég skal punta þetta niður. Já, puntaðu Það vil þú punta niður aðkvæða. Alveg fyrir fundarritarinn. Tekkur í fundarritarinn núna. Við færum það svo inn á þetta. Já. Í verkefnum sveitarfélagsins í 3. grein er búið að fella út þetta var tillaga breytingar sem var búið að falla frá. Jú, þetta kom. Í 3. grein hér, getur einhver haft tillöguna opna? Þú ert með hana opna? Ég er með hana opna. Er tillaga breyting á 3. grein? Nei, það er ekki tillaga. Þetta eru leifar af gamall tillögu. Það er ekki tillaga. Næsta tillaga er 5. grein. Samþykkja svona, henni var eitt þessari. Tillagan kom ekki fram, en síðan eru breytingar á 4. tölulið 5. greinar verkefni sveitarstjórnar. Það sem er að ákveða stjórnskipan sveitarfélagsins, ráða sveitarstjóra samanber 54. grein sveitarstjórnarlaga og stjórnendur í æðstu stjórnunarstöður sveitarfélagsins. Það þurfum að þetta er eitthvað skrítið. Nei, þetta er bara. Að ákveða stjórnskipan sveitarfélagsins, ráða sveitarstjóra samanber 54. grein sveitarstjórnarlaga og stjórnendur í æðstu stjórnunarstöður sveitarfélagsins. Það er einhver auka. Nei, samanber 57. grein. Það vantar samanber. Samanber 57. grein sveitarstjórnarlaga. Æðstu stjórnendur eru forstöðumstofnana og næstu undirmenn sveitarstjóra. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Það eru 5, þeir sem eru á móti, 4. Svona, næstu breytingu er breytingu ekki. Það er skal ég ykkur segja, það er löng grein, 5. grein. Bætist við 14. töluliður að móta stefnu fyrir komandi ár og næstu 3 ár á eftir það þjónustustig sem sveitarfélagið hyggst halda upp í byggðum og byggðarlögum fjarri stærstu byggðakjörnum viðkomandi sveitarfélaga samanber 130. grein. Já, það er svona, A-lið. Einhver samanhætti breyti orðalegi. Já, A-lið. A-lið. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Það eru allir samþykkir henni. Já, þú ert að það eru breytingar á 7. grein. Breytingin felst í því að í stað kjörtímabil þeirra er hið sama og sveitarstjórnar skulu þeir kjörnir til 1 árs í senn. Þeir sem geta samþykkt gefið merki.
Það eru 5, þeir sem eru á móti. Það er enginn, 4 sitja hjá. 7. grein. Það er fylgið 7. grein í niðurlagi, það er síðustu málsgrein hlutverk oddvita gilda ákvæði sveitarstjórnar og samþykktar þessar og niður fellur oddviti fer með fyrirsvar af hálfu sveitarfélagsins út af við í samráði við framkvæmdastjórn. Laun oddvita skulu ákveðin sérstaklega af sveitarstjórninni, skulu launin endurskoðuð reglulega í samræmi við almennar reglur og almennar launabreytingar í landinu. Þeir sem geta samþykkt þessa grein gefið merkið. Það eru 5 sem samþykkja, þeir sem eru á móti. Það er 1 á móti og 3 sitja hjá. Þá er það 8. grein. 8. grein, fundi sveitarstjórnar. Þetta almennt stóð aldrei í þarna. Nei. Greinin hefst á þessu sveitarstjórn heldur reglulega fundi punktur, ákvörðun fundartíma skal tekin í upphafi hvers kjörtímabils og endurskoðast þegar ástæða þykir til. Fundir sveitarstjórnar eru auglýstir opinberlega. Samanber 3. málsgrein 15. grein sveitarstjórnarlaga. Þannig stóð áður sveitarstjórn heldur reglulega fundi 2. og 4. miðvikudag í mánuði, er ekki rétt, lesið hjá mér, klukkan 13 og fyrirfram ákveðnum stað sem auglýstir eru opinberlega. Samanber 3. málsgrein 15. grein sveitarstjórnarlaga. Þeir sem geta samþykkt gefið merkið. Það eru 5, þeir sem eru á móti. Það er enginn, 4 sitja hjá. Og aftur í 8. grein, þannig á önnur málsgrein, kallir þetta rétt, stendur aukafundi skal halda þegar oddviti eða sveitarstjóri telur það nauðsynlegt. Þarna stóð áður aukafundi skal halda þegar oddviti eða stjórnandi stjórnsýslusviðs telur það nauðsynlegt. Þeir sem eru samþykkir gefið merkið. Það eru 5, þeir sem eru mótfallnir. Það eru engir, 4 sitja hjá. Fyrir ekki sem aðeins fara þetta uppbaka. Eitthvað fundir. Það eru 9. Á 9. grein boðum sveitarstjórnarfunda þar stóð áður stjórnandi stjórnsýslusviðs boðar fundi í samráði við oddvita í fyrstu setningu og 1. málsgreinar og þessi stað kæmi þá sveitarstjóri boðar fundi í samráði við oddvita. Þeir sem geta samþykkt gefið merkið. Þeir sem eru mótfallnir. Það er 1 mótfallinn, 3 sitja hjá. 10. grein dagskrá sveitarstjórnarfundar oddviti sem er dagskrá sveitarstjórnarfundar í samráði við sveitarstjóra og skal dagskráin fylgja fundarboði. Þannig að stóð áður í samráði við framkvæmdastjóra. Þeir sem geta samþykkt gefið merkið. Þeir sem eru mótfallnir. Það eru 2 mótfallnir, 2 sitja hjá, 5 samþykkja. Það var breyting 14. fjarfundarbúnað. Þar stóð áður sveitarstjórn setur nánari reglur í niðurlagi stóð áður sveitarstjórn setur nánari reglur framkvæmd fjarfunda og þar í þess stað kemur er það alveg víst, stóð það í gömlu samningu. Já. Fer framkvæmd slíkra funda samkvæmt leiðbeiningu ráðuneytis sveitarstjórnarmála samanber 2. málsgrein 19. greinar sveitarstjórnarlaga. Þeir sem geta samþykkt gefið merkið. Það eru 5 atkvæði. Þeir sem eru mótfallnir. Það er enginn, 4 sitja hjá. 16. Það var D-liður 16. greinar. Þar stóð áður málfrelsi stjórnenda sviða. Það var fyrir, já, þessi D-liður það er einhvers konar titill í upphafi málsgreinarinnar. Málfrelsi stjórnenda sviða breytist í málfrelsi sveitarstjóra. Þannig stóð áður stjórnendur sviða skulu sitja fundi sveitarstjórna með málfrelsi tillögur en þeir hafa ekki
atkvæðisrétt nema þeir séu kjörnir í sveitarstjórn. Í þessi stað kæmi þá sveitarstjóri skal sitja fundi sveitarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt, en hann hefur ekki atkvæðisrétt nema hann sé kjörinn í sveitarstjórn. Þeir sem geta samþykkt þessa grein gefa merki. Þeir sem eru mótfallnir, það er 1 og 3 sitja hjá, 5 atkvæði greiða með. Ok, þá er G-liður sömu greinar. Þar breytist í 3. setningu málsgreinarinnar stjórnendur, í stað stjórnendur sviða kemur sveitarstjóri. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 2, 3 og 1 situr hjá. Þá er það í 17. grein, þar var tillaga að, ég var að ganga úr skuggum að þetta hafi skilað sér rétt hérna. Það var tillaga að það myndi breytast í 2 liðum til hliðar, en sem stendur óbreytt 1 lið til hliðar. Já. Þannig það þarf ekki að kjósa það var dregið tilbaka. Það er næst á 18. greinin. Já, það er það 18. greinin sem að þar stóð áður þegar kosið hefur verið til sveitarstjórnar í óbundinni kosningu skal taka varamenn sæti í sveitarstjórn í þeirri röð sem að þeir eru kosnir. Varamenn skulu vera 9 að tölu. Ef varamaður verður sveitarstjórnarmaður skal kjörstjórn gefa út kjörbréf til þess sem næstur var inn á varamannalistan. Þegar kosið hefur verið til sveitarstjórnar í hlutbundinni listakosningu eða listi hefur verið sjálfkjörinn taka varamenn að lista aðalfulltrúa sæti í sveitarstjórn í þeirri röð sem þeir röðuðust á listan. Þar kæmi í staðinn sé sveitarstjórnarfulltrúi forfallaður stundarsakir skal hann boða varamann sem til fundarins og tilkynna eða láta tilkynna forföllin til sveitarstjóra. Varamenn taka sæti í sveitarstjórn í þeirri röð sem þeir eru kosnir þegar aðalmenn þess lista sem þeir eru kosnir af forfallast. Ef framboðslisti er borin fram á 2 eða fleiri stjórnmálaflokkum eða samtökum geta aðalmenn listans komið sér saman mismunandi röð varamanna eftir því hver aðalmanna hefur forfallast samanber 21. grein sveitarstjórnarlaga. Tilkynning slíkt samkomulag skal lögð fram í upphafi kjörtímabils og gildir hún til loka þess. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Þeir sem eru mótfallnir, það er enginn, þannig að það eru 5 samþykkir, 4 sitja hjá. Það er breyting á 21. grein. Það er svona, það er bara inn í frumritið. Hvað var það nú sem breytist þar? 3. og 4. málsgrein, það falla brott. Já, það er 3. og 4. málsgrein sem falla brott, þar sem að stendur önnur, aðeins að ríða hvað, hvernig byrjaði eftirlýning. Já, þessi fellur brott. Þessi fellur brott, Og já, eins og fundarstjórnina. Mér finnst alveg á mörkunum að vinna þetta með þessum hætti. Við erum ekki nefn að grundvallarplagg sveitarfélagsins undir. Ég veit að það liggur á að breyta þessu til að geta komið svona út auglýsingu. En við erum farið gegnum einstakar greinar. Það er mikill eitthvað svona klögagangur á útgáfum, skjölunum, sumt var ekki undir fundargögnum. Þannig að við ekki athygli á því að mér finnst alveg á mörkunum að vinna þetta svona. Og það er bara mikil áhætta að vera einhver mistök eða klúður eða eitthvað það. Það væri gott að klára heildarskjalið með þeim breytingum sem að geta hafa verið og þetta sé svo lesið og yfirfarið og jafnvel að lögmanni. Þetta er mikið innra samræmi sem þarf að vera í þessu líka og það sé allt í standi. Til dæmis þetta farið til ráðuneytisins að kemur ljós að eru einhverja villur í þessu, hvað ætli að gera, kalla saman aukafund í sumar. Já. Ég legg til að við klárum þessa yfirferð og felum síðan lögmanni að lesa þetta yfir einmitt með þessar ábendingar hliðsjónar og þá getum við tekið það til endanlegar samþykktar á næsta fundi. Hvað segir með það?
Og það fullkomlega mögulegt, sko. Heldur þú sáttu við þá spurningu? Ég þætti það svona heppilegri vinnubröði og getur alveg tekið umræðinu það hvort að þið ætlið að fara ákveðna leið og það liggur fyrir að við erum ekki sammála henni en af því að þið ætlið að fara þessa leið þá liggur á að koma út auglýsingu vegna þess að samkeppnin hæfasta fólki löngu hafin og umsóknarfrestirnir eru í mörgum tilfellum að klárast bara í lok mánaðar þannig ég skil tímapressuna að kannski vera einhver millilending að klára þetta með fyrirvara yfirlestur lögmannsins og ef hann sér ekki og ef það eru athugasemdir þá þurftum við að klára þetta á næsta fundi ef engar að þá getum við látið þetta fara. Jón Hrói? Það er í sjálfu sér almannalegt að sko ráðuneyti svarar með einhverjum breytingartillögum. Oft er það orðalags eða eitthvað slíkt og þá er alltaf svolítið vafi hversu mikið vægi það hefur. Ég er ekki vissum að sveitarfélög allar breytingar sem hafa verið gerðar í því ferli hafi verið bornar undir sveitarstjórnir. Það er auðvitað sjálfsagt að gera það eðlilega. Já, það verður að gera það. Ef ég má, takk. Ég held að sé alveg rétt sem hefur komið fram að við samþykkjum einhvers konar fyrirvara bara svona eðlilega lagfæringar, sko. En ekki ljósa þess að það liggi á að klæja okkur í gegnum þetta er svona kannski bara til umhugsunar fyrir að því að það liggur fyrir við ætlum að fara aftur að segja þessi vegferð bara fljótlega. En viljið þið ekki halda áfram á þessari yfirferð? Jú, ég að klárum við þessa yfirferð og leggjum það til að í lokin að sveitarstjórn samþykki með þessu fyrirvara sem eru nefndir. Þá ég búin að átta mig á því hvernig þessar breytingar á þessari grein liggja en það er þá 3. og 4. málsgrein sem falla út beiðni afhendingu gagna skal berast skriflega til oddvita ég ætla að leyfa mér að segja og svo framvegis. Er það vil ég lesa þetta upp eða dugir að sjá hérna á skjánum það eru þessar 2 málsgreinar hér og þess í stað kemur óski sveitarstjórnum að gagna sem liggja fyrir í stjórnsýslu sveitarfélagsins skal beina því til sveitarstjóra það stóð áður framkvæmdastjóra í tillögu e-listar stóð framkvæmdastjóra en legg til að við verðum breytt í sveitarstjóra til samræmis eða skrifstofu sveitarfélagsins sem annast milligöngum öflum þeirra og skal afgreiða slíka beiðni skjótt og umdeild. Ef umbeðin gögn eru undanþegin upplýsingarétti almennings eða óvenju viðamikil er heimilt að bjóða sveitarstjórnarmenn að kynna sér þau á skrifstofu sveitarfélagsins. Ef beiðni sveitarstjórnarmanns varðar viðkvæm persónulega hagi einstaklings sem ekki er til umfjöllunar í sveitarstjórn skulu þeir hagsmunir sem tengjast upplýsingagjöfum metnir í samræmi við meginreglur upplýsingalaga og ákvæða friðhelgi einkalífsins. Einkalífs. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingu gefið merki. Það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru engir, 4 sitja hjá. 29. Það er 29. grein og það er í 1., 2., 3., 4. málsgrein. Þar stóð áður framkvæmdastjórn eða í stað orðsins framkvæmdastjórn sveitarstjóri í setningunni þá sem hljómar það þannig sveitarstjóri skal vísa endurupptökumáli til sveitarstjórnar ef beiðni málsaðila er studd þeim rökum að fullnægjandi umboð til ákvörðunar og grundvelli framsals hafi ekki verið fyrir hendi. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 2 og 2 sitja hjá. 40. Í 40. grein og þar eru við að tala það bætist við B-liður. Sveitarstjórn setur samþykktur fyrir íbúaráð í sveitarfélaginu. Íbúaráðin eru 3, 1 á hverju skólasvæði. Aðeins er heimilt að starfrækja 1 íbúaráð á hverju skólasvæði samkvæmt samþykkt þessari. Á stofnfundi íbúaráðs sem íbúar skólasvæðis eru boðaðir á eru 3 fulltrúar kosnir í nefnd og 2 til vara. Fulltrúar í íbúaráði eru kosnir til 2 ára í senn. Íbúaráðin setji sér sjálf starfsreglur sem samþykktar skulu á aðalfundum íbúa skólasvæða
en starfshætti ráðanna gilda almenn ákvæði frjáls félög og fundarsköp. Hlutverk íbúaráða er að vera vettvangur íbúðanna til að hafa áhrif á nærumhverfi sitt. Íbúaráðin skulu halda fundi reglulega en að lágmarki einn aðalfund árlega og gera þar grein fyrir starfseminni. Tilkynna skal slíkan fund til stjórnsýslu sveitarfélagsins því þar skal farið yfir samvinnu við sveitarfélagið, hlutverk og framtíðarsýn. Tengiliður íbúaráðs við stjórnsýslu sveitarfélagsins er ritari gjaldkeri sem aðstoðar við upplýsingaöflun úr stjórnsýslunni og sér til þess að fundargerðir íbúaráða séu lagðar fyrir sveitarstjórn til kynningar og birtar á vef sveitarfélagsins. Gera skal ráð fyrir ákveðnu fjárframlagi til íbúaráða í gegnum fjárhagsáætlun hvers árs. Það er ætlað til að greiða til dæmis pappír, pósturlagjöld og annan umsýslukostnað í tengslu við hlutverk þeirra. Íbúaráð kemur erindum sínum á framfæri við sveitarstjórn eða stjórnsýslu sveitarfélagsins með formlegum hætti, það er með bréfi, tölvupósti eða öðrum sannanlegum hætti. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingu, þessa viðbót við greinina gefið merki, það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 4. Og sem er að fá að færa til bókar. Hvers og vel Helgi? Vonbrigði með að í kjölfar yfirgripsmikillar umræðu starfsemi og eðli þessara íbúðaráða að þá er mjög skrítið í mínum huga að það hafi ekki verið komið til móts við það þá umræðu að nokkru leyti á milli þessara funda. Ég hef áhyggjur af því að þó að skiljum hugmyndina á bakvið þessi ráð að uppsetningin og framsetningin sé þess eðlis að þau mun ekki skila tilætluðum árangri. Og þetta var rætt lengi á síðasta fundi. Aðeins að fá að bregðast við að þetta er verið að prófa og það þarf einhverstaðar að byrja og þetta er eitthvað sem við teljum eðlilegt að byrja með þessum hætti og varðandi greiðslu til nefndarmanna þó að það kom ekki fram þarna þá teljum við að sjálfsögðu að þessir nefndarmenn fái greitt fyrir sín störf eins og annarra nefndarmanna, það þurfi ekki að taka það sérstaklega fram þarna. En eins og ég segi, þetta er þróunarverkefni og við sjáum hvernig þetta kemur til með að ganga en þarna teljum við að við séum að opna leið fyrir íbúa, greiðari leið en áður til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og síðan er bara að sjá hvernig gengur. Takk. Helgi, ég byrjar að endursegja bókunina áttuna til eða? Nei, ég skal bara skrifa upp það sem ég sagði og senda eftir að fara að minna Fínt líkt. Já, Haraldur, gjörðu svo vel. Mér finnst að gagnrýni Gálistaðs á síðustu fundi að vera svo að við ætlumst ekki til erindi borga fyrir íbúaráðið eins og nefndarfundi. En við höfum rætt þá og ég tel að það sé eðlilegt og standi ekki inni að þau séu ekki sjálfboðinu við þetta. Þau sem er íbúaráðið og eins og Gerður sagði á. Það kemur ekki fram með varðinu. Hvort það þarf að setja það inn í samskiptunar. Ragnhildur? Já, mér langar til að spyrjast fyrir hvað er það að hugsa fastanefndar kjör þá eða hvað er komin með einhverja hugmynd varðandi? Nei, ekki hugmynd. En annað var líka, það var ekki einungis svo sem þetta kaup sem var rætt þá á síðasta fundi, heldur líka spurðist ég fyrir skólasvæði, af hverju væri að velja það, hvort að það geti ekki valdið togstreitu. En ég ætla bara svona að minnast það aftur. Já, ég nefndi þetta á einhvers staðar þarf þetta að vera og það er einhvern veginn mín tilfinningi svo að skólasvæði eru fundamentin fyrir nú þegar. Þau marka svæðisskiptingar og þess vegna séu kannski réttast að hafa þetta með það. Þeir skólar eru ákveðið fundament í félagsstarfi í öllu sínu nærumhverfi. fleiri? Takk fyrir það. Þeir sem voru ekki búin að greiða atkvæði. Já. Það var á næsta breyting.
Það er breyting á 41. grein sem að fjallar erindisbréf ráða og nefnda og stjórna. Þar kemur í stað framkvæmdastjórnar kemur sveitarstjóri gerir tillögu að erindisbréfum fyrir ráð, nefndir og stjórnir þar sem kveðið á hlutverk, valdsvið og starfshætti þeirra í samræmi við lög, reglugerðir og samþykktir eða verklagsreglur og samþykktir sveitarstjórnar. Sveitarstjórn afgreiðir tillögur sveitarstjóra. Það stóð áður framkvæmdastjórnar. Já. Þeir sem að geta samþykkt þessa breytingu gefur merki. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 2 mótfallnir og 2 sitja hjá og 5 eru samþykkir. Það var breyting á 43. grein endurupptöku og málsmeðferð. Ekki líka í 41. grein, alveg eins. Þetta varst með hana fyrirgeð. Það er endurupptöku og málsmeðferð í síðustu setningu greinarinnar stendur aðili máls skal beina beiðni endurupptöku máls. Það stóð áður til framkvæmdastjórnar en verður sveitarstjóra. Þeir sem geta samþykkt gefur merki, það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 2 og 2 sitja hjá. Þá er það breyting á millifyrirsögn sem leiðir af breyting á 44. grein. Það er framkvæmdastjóri, þar sem áður stóð framkvæmdastjórn, stendur framkvæmdastjóri, legg til að því verið breytt í sveitarstjóri. Samþykkt, já. Ef það er engin mótmælir. Nei, gengur það. Já, bara þeir sem geta samþykkt hvað? Það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 2 og 2 sitja hjá. Ok, greinin breytist á veigamiklu atriðum. Grein 44 breytist í veigamiklu atriðum. Öll ákvæði sem að varða þá hlutverk framkvæmdastjórnar, sem er greinin eins og hún leit út áður, bara fellur út. Ég lesi hana upp. Í staðinn kemur sveitarstjórn ræður sveitarstjóra til þess að annast framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar og verkefni sveitarfélags. Sveitarstjórn skal gera skriflegan ráðningarsamning við sveitarstjóra þar sem starfskjör hans eru ákveðin. Ráðningartími sveitarstjóra skal að jafnaði vera svo sami á kjörtímabil sveitarstjórnar. Ráðningarsamningur er staðfestur á sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir gefur merki, það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 4. Hvað á þetta? Má ég opna fram? Gjör svo. Já, við líðum út af það. Fundurinn er nú í beinni útsendingu hvort sem sko. Það kom að breyting á 50. grein sem að áður var ráðningu stjórnenda yfir sviðum en verður hlutverk sveitarstjóra. Greinarnar ráðningu stjórnenda yfir stjórnsýslusviði, fjölskyldusviði og nýsköpunarsviði falla út 2 málsgreinar. Í staðinn kemur sveitarstjóri er æðsti yfirmaður annars starfsliðs sveitarfélagsins. Hann skal sjá að stjórnsýsla sveitarfélagsins samræmist lögum, samþykktum og viðeigandi fyrirmælum sveitarstjórnar. Sveitarstjóri skal sitja fundi sveitarstjórnar. Þar hefur hann málfrelsi tillögurétt og rétt til bókana en ekki atkvæðisrétt nema hann sé jafnframt kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn. Hann hefur jafnframt rétt til setu á fundum nefnda og ráða sem sveitarstjórn skipar. Sveitarstjóri skal sjá að fundir sveitarstjórnar og annarra nefnda sveitarstjórnar séu vel undirbúnir meðal annars í þeim tilgangi að mál sem þar eru afgreidd séu vel upplýst. Hann sér einnig að ákvarðanir þær sem teknar eru af hálfu sveitarstjórnar og annarra nefnda komist í framkvæmda, hafi sveitarstjórn ekki falið það. Sveitarstjóri er prókúruhafi sveitarfélags. Honum er heimilt að veita öðrum starfsmanni sveitarfélagsins prókúru að fengnu samþykki sveitarstjórnar. Prókúruhafar skulu vera fjársýnsráðandi. Sveitarstjóri undirritar skjöl varðandi kaup og sölu fasteigna sveitarfélagsins, lántökur og ábyrgðir, svo og önnur skjöl sem fela í sér skuldbindingar eða ráðstafanir sem samþykki sveitarstjórnar þar til. Sveitarstjóri ákveður hver skuli gegna störfum hans í forföllum í samráði við sveitarstjórn. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingu gefur merki, það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 4. Þá er
breyting á 46. grein sem fjallaði áður hlutverk stjórnenda yfir sviðum en fjallar þá eftirleiðis ráðningu í æðstu stjórnunarstöður. Ákvæði varðandi þessa stjórnenda sviða falla út og í staðinn kemur sveitarstjórnarræður starfsmenn í æðstu stjórnunarstöðu hjá sveitarfélaginu svo sem yfirmenn stofnana og sviða deilda og veitir þeim lausn frá starfi. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Það eru 5. Þeir sem eru á móti. Það eru 4. Helst til að samþykkt. Það var 47. grein sem fjallaði áður hlutverk formanns framkvæmdastjórnar, ákvæði formann og hlutverk formanns framkvæmdastjórnar falla út og staðinn koma ákvæði ráðningu annarra starfsmanna, það endurspeglast í titlinum. Greinin þá hljóðar eftir breytingu stjórnendur stofnana annast ráðningu undirmanna sinna í samráði við sinn næsta yfirmann. Sveitarstjóri annast ráðningu annarra starfsmanna og veitir þeim lausn frá starfi enda hefur sveitarstjórn ekki ákveðið annað í samþykkt þessari eða með almennum fyrirmælum sem hafa verið birt. Ráðning annarra starfsmanna fer eftir reglum sem sveitarstjórn setur. Kaup og kjör fer eftir kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Það eru 5. Þeir sem eru á móti, það eru 4. Telst samþykkt. 48. grein ráðningu starfsmanna fellur út. Í heild sinni vil ég lesa hana upp eins og hljóðar. Og þá númer annarra greina sem eftir koma breytast til samræmis. Þá það breyting á 40. og áður 49. grein sem þá 48. grein. Það þá Fyrirgefið þarf ekki að greiða þegar maður fellur. Já, fyrirgefið. Já, þeir sem geta samþykkt að fella brott á 48. grein gefa merki. Það eru 5. Þeir sem eru mótfallnir, það eru 4. Það er tillagan samþykkt. Það er breyting á 3. málsgrein 48. greina þá. Þar falla út þessar setningar eru þær í upphaflegri samþykkt. Bara þannig að ég sé þetta er eitthvað mismunandi merkt hérna. Það er 49. grein. Hvers eru 49. grein undir? Það er hlutilegt að horfa á þegar þetta er 1., 2. og 3. Ok, aðeins málsgrein beina, já, ok. Þetta sem þið sjáu þarna á skjánum merkt með bláu og rauðu, þetta er bæði setningar sem að, já því það séu enga liti. En það er falla út þannig að 2 setningar erindi þar að lútandi skal lagt fram í framkvæmdastjórn sem vísar til sveitarstjórnar og svo aðili máls skal beina kröfu endurupptöku málsins sem hefur verið afgreitt af fullu á grundvelli 1. og 2. málsgreinar til framkvæmdastjórnar. Fellur hún út? Já. Og þetta verður þá setning greinin, málsgreinin og hljóðar svona. Starfsmaður sem hefur fengið framselt vald til fullrar afgreiðslu máls samanber 1. málsgrein getur ávallt óskað eftir því að sveitarstjórn taki ákvörðun í máli óháð því hvort stefnumarkandi ákvörðun er ræða eða ekki. Þeir sem geta 48.9. Já, þeir sem geta samþykkt þessa breytingu gefa merki. Þeir sem eru móti, það eru 2 á móti, 2 sitja hjá og 5 samþykkja. Í sömu grein í málsgrein sem hefst á við endurupptöku samkvæmt 43. grein breytist orðið framkvæmdastjórn í sveitarstjóri og setningin sem stendur eftir er þá sveitarstjórn skal vísa endurupptökumáli til sveitarstjórnar ef beiðni málsaðilega er studd þeim rökum að fullnægjandi umboð til ákvörðunar og grundvelli framsals hafi ekki verið fyrir hendi.
Þeir sem geta samþykkt merki, þeir sem eru á móti, það eru 5 með, 2 á móti og 2 sitja hjá. Það var bara breytingar á númerum þannig þá í grein sem áður hétt 58. greinin verður 57. grein ársreikning. Þar stendur ársreikningur sveitarfélagsins skal fullgerður og samþykktur af framkvæmdastjórn, stóð áður og tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í sveitarstjórn fyrir 15. apríl ár hvert. Í stað orðsins framkvæmdastjórn kemur sveitarstjóra. Þeir sem geta samþykkt eru 5, þeir sem eru á móti, það eru 2 og 2 sitja hjá. Þá eru hér breytingar sem að leiða af umræðum, eða hvað að segja, leiða svolítið af þessum breytingum sem búið að samþykkja, að því gefnu að þetta verði samþykkt hér, að samþykkt þessi sem stjórn, það væri þá sveitarstjórn hér. Já. Þingeyjarsveitar hefur sett samkvæmt annarri málsgrein 102. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 staðfest hér með til að öðlast gildi við auglýsingu í stjórnartíðindum. Það stóð áður við gildistöku sameiningar sveitarfélaganna 29. maí 2022 samanber auglýsingu sem á þá ekki lengur við. Á sama tíma falla úr gildi samþykktum stjórn sveitarfélagsins. Það breytist þá til samræmis stjórn sameinaðs sveitarfélags. Og það myndi koma Skútustaðahreppur ekki alltaf á undan í þessu. Stafrófið sem að rétti í svona hérna? Alltaf nema í þessu, til dæmis öllum kosningauppgjörum og svoleiðis. Skútustaðahreppur, ég hef oft séð hann á undan, sko, en já, jafnaði, það er þannig. En Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar. Og það breytist númeri líka. Það var 327. 3. mars 2022. Þá fellur þetta hér út. Gerður ertu fullhlaðinn? Já, fótlandslega til endur. Þá hljómar greinin eftir breytinguna þessi sem sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur sett samkvæmt annarri málsgrein 100 annarri greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 staðfestist hér með til að öðlast gildi við auglýsingu í stjórnartíðindum. Á sama tíma fellur úr gildi samþykktum stjórn sameinaðs sveitarfélags Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar nr. 327. 3. mars 2022. Var það ákvæðið við bráðabirgða? Já, það er spurning, já. Þessa grein? Þetta er í raun og veru grein sem að ráðuneytið skrifar samt, sko. En það er allt í lagi að það er ekkert í þessu sem að... Nei, það breytist okkar við sem sagt eftir meðferðina hjá ráðuneytinu. Tökum þetta bara. Það er hann upp til fórnsinsvegna, gefum það fórnsinsvegna. Já, ok. Það eru viss. Já, að þessi grein. Hljóðið þá þannig, að 60. og 4. grein gildistöku, 65. grein, að hún hljóði þá þannig: samþykkt þessi sem sveitarstjórn Þingeyjarsveitar hefur sett samkvæmt annarri málsgrein 122. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 staðfestist hér með að til að öðlast gildi við auglýsingu í stjórnartíðindum að sama tíma fellir úr gildi samþykkt stjórn sameinaðs sveitarfélags
Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar nr. 327 3. mars 2022. Og þessi breyting samþykkt, þeir sem eru samþykktir gefa merki, það eru 5, þeir sem eru á móti, það eru 4. Það telst samþykkt. Aðra breytinga ákvæði til bráðabirgða sem leiðir af fyrir ákvörðunum að breyta ekki fjölda sveitarstjórnarmanna. Áður var tillagan sú að þessi ákvæði til bráðabirgða féllu alfarið út, en af umræðinu leiðir að lagt til að greinin sem áður hljóðaði þannig að ákvæði samþykktar þessar fjölda sveitarstjórnarmanna, hlutverk oddvita, skipan og hlutverk framkvæmdastjórnar og það fyrirkomulag að 3 stjórnendur sviða fari með hlutverk framkvæmdastjóra eins og því er lýst í 7. kafla sveitarstjórnarlaga eru sett með vísan til 132. grein sveitarstjórnarlaga. Og þarna falli úr í þessari setningu, en tillagan er þá að falli út þarna hlutverk oddvita, skipan og hlutverk framkvæmdastjórnar og það fyrirkomulag að 3 stjórnendur sviða fari með hlutverk framkvæmdastjóra eins og því er lýst í 7. kafla sveitarstjórnarlaga. Setningin hljómar þá að breytingunum lokinni ákvæði samþykktar þessar fjölda sveitarstjórnarmanna eru sett með vísan til 132. grein sveitarstjórnarlaga og svo fyrirkomulega þetta skal gilda að lágmarki til 2030 nema vegi á miklar ástæður mæli með því að falli sig frá því. Ákvæði þetta kemur ekki í veg fyrir breytingar á ákvæðum samþykktar að öðrum leyti. Þeir sem að samþykkja þessa breytingar gefa merki. Það eru 5, þeir sem eru á móti, það eru 4. Nú, ég tel þá lokinni nema að eru einhverjir sem vilja taka upp í máls áður en að við kjósum heild sinni þessar breytingatillögu L-listans í heild sinni og Helgi, gjörðu svo vel. Við erum að ræða þá samþykktin í heild sinni með áorðnum breytingum sem búið að fara í gegnum núna. Ég ætla svo sem bara rétt að nefna, við erum búin að ræða þetta töluvert núna síðustu vikur og það farið mikið púður í þessa vinnu. Við langar að vísa bara í bókun sem við lögðum fram á fyrsta fundi sveitarstjórnar 10. júní. Ég ætla nú að lífa ykkur því að lesa hana upp aftur en okkar afstæða eru algjörlega óbreytt. Við teljum þessa verkferð ekki heillaspor fyrir samfélag okkar og mér þykir það enn fremur nú, 2 vikum síðar þegar það sér hvað það farið mikið púður í að tæta þessar samþykktir í staðinn fyrir að nálgast þetta bara af yfirvegun og ráða bara framkvæmdastjóra stjórnsýslusviðs. Þá leiðir þessi vandræðagangur það af sér að við erum í svona praktískum vandamálum og þær eru óheppilegar vegna þess að mál fá ekki afgreiðslu og þær eru rándýrar. Við erum með ágætan ráðgjafa hérna sem að kostar jafn mikið og sveitarstjóri en er í þriðjungs starfi með viðveru 1 dag í mánuði. Sama tíma er lögmaðurinn okkar genginn frá störfum eftir að hafa gert þennan samkomulag á okkur samráðs við okkur og nefni það þessari bókun og mér líður ekkert síður þannig núna, mér líður illa með þessa vegferð og hún veldur með miklum vonbrigðum. Samanskapið eins og ég kom inn á áðan þá finnst mér vera ómikill hraði og svona vandræðagangur aðeins í þessum vinnubröðum. Við erum með fundamental skjal sveitarfélagsins hérna undir og við erum ekki að nálgast þetta með einhverjum klippingum á þess að gefist andri mitt þess að nálgast þetta heildstætt en við erum svo sem búin að komast á ágætis lendingu í því. Þetta mér langar með að nefna það og velti fyrir mig hvort að ég almennt gera ykkur grein fyrir ákveðnum svona galla í þessu sko því að það kom ýmis gagnrýni fram á þetta skipulag sem við vorum búin að vera undirbúin drjúgt skeið meðal þess að það var einhvern veginn ólýðræðislegt að halla minnihlutann og ýmislegt sem hefði verið gott bara að ræða eða var endar kynnt talsvert á fundum og Elísti sendi fyrirspurn til innviðaráðuneytisins þar sem að með leyfi oddvita er orðað þannig að það sé nokkur andstaða við nýja stjórnskipulag í sveitarfélögunum. Andstaðan markast fyrst og fremst af því að menn telja meirihluta sveitarstjórnar hafa yfirburðastöðu gagnvart minnihluta varðandi upplýsingar framkvæmd stefnu sveitarstjórnar þar sem gert ráð fyrir því að yfirmaðurinn að 3 sviðsstjóra verði kjörinn fulltrúi meirihluta. Það aukið að því veltu upp hvort einum aðila hollt að fara með slík völd sem staða verkefnastjórans virðist fela í sér. Ég velti því fyrir mér eins og skipulag að setja upp og það var tengiliður úr sveitarstjórninni niður í framkvæmdavald sveitarfélagsins sem skipað af 3
aðilum sem að myndar teymi. Hlutverkið út á við var svo í höndum oddvitans en það er annar sem fer með þetta inn á við. Eftir þessar breytingar, bara praktískt, þá er þetta alltaf samtal oddvitans við framkvæmdastjórann það hvernig málum er háttað, hvernig fundir eru undirbúnir, hvernig framvindan er. Þannig að frá því að vera með teymisvinnu, þar sem að tveir nálgast verkefnin út frá framkvæmdastjórninni, annar út á við og hinn til þess að hafa eftirlit og passa að sé allt í lagi í framkvæmd stefnunnar, þá er bara einn oddviti, einn framkvæmdastjóri. Hver er aðkoma minnihlutans að þessu skipulagi? Með vísan í gagnrýnina sem ég var að lesa. Í mínum huga er þetta eðlilegt og hefðbundið fyrirkomulag en að lýsa því að einhvern veginn hafa áhyggjur af völdum og ólýðræðislegri nálgun í því skipulagi sem við vorum búin að teikna upp og fara svo aftur í þetta, það stemmir engan veginn. Og bara praktísk reynsla er svo að núna verðum við með einn mjög yfirlestaðan valdamikinn framkvæmdastjóra sem á eftir að eiga fullt í gangi með að fást við verkefni sem eru fyrirleikandi og við verðum með einn oddvita sem hefur fyrirsvar út á við og stýrir inn á við. Þetta bara í mínum að stemmir ekki og ég lýsti áður og lýsti því að það er mikil vonbrigði að við séum að eyða púðrunni að fara þetta og vandræðagangurinn er svo sá, við getum ekki auglýst. Ég var að nefna hérna áðan að það hefði verið ótvíræður kostur að auglýsa bara eftir stjórnsýslusvið strax með þá þeim fyrirvara að hans hlutverk kynni að taka einhverjum breytingum. En núna erum við einhvern veginn í þessari klemmu og mér sýnist á því sem er framöndan hér og hefur verið vísað í öðrum póstum að þessi vandræðagangur muni ganga nærri sumarleifum okkar flestra. Og þetta eru mikil vonbrigði en að öðru leyti þá vísaði til bókunar og óska eftir að hafa verið fært í fundargerð vísan í bókun fyrsta fundar þetta mál því að það stendur alveg óbreytt og eins og í öðru sem vorum að koma fram í samhengi við breytingatillögur samvitana að þá tölum við fyrir daufum eyrum og það er lítið samráð við okkur alla hluti. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri tjá sig? Svo já, Úlla gjör svo. Ég langar kannski að spyrja hver er áætlaður kostnaður ykkar við allar þessar breytingar núna? Þessar breytingar? Já, þær hafa farið fram af starfsmönnum sveitarfélagsins, þessar breytingar. Þannig að það er ekki neinn áætlaður kostnaður við þær umfram það sem að vegna þess að þær eru unnar af starfsmönnum sveitarfélagsins. Og Jens? Já, gjör svo vel. Já, það er svo margt sem ég hefði viljað segja en ég er ekki viss sem ég komið öllu fram en ég tel nú að meiningamunur þessara tveggjalista hafa komið fram áður var annars að sá við vildum snúa tilbaka og vera með hefðbundi stjórnsýslusvið eins og er hjá stjórnsýslu eins og er hjá flestum sveitarfélögum með einn yfirmann. Og ég tel að við hefum þá verið að svíkja okkar kjósendur ef við hefðum ekki viljað snúa tilbaka strax til að það hefði verið verra að leggja af stað með þetta fyrirkomulag sem var komið og alltaf síðan eftir eitt ár eins og þið nefnduð að fara að snúa ofan af því. Það hefði að mínum en ekki verið mjög gáfulegt. Ég tel líka að stjórnsýslan lítur að vera dýrari eins og hún var sett upp með 3 sviðsstjóra og oddvita í hálfri stöðu heldur en það fyrirkomulag sem við erum að fara í núna með 1 sviðsstjóra. Þannig ég tel við höfum bæði okkar mat er að við séum að minnka yfirstjórn sveitarfélagsins með því að fara þessa leið. Ég held ég látum dögum. Helgi var á undan. Helgi. Já, takk. Svarandi þessa umræðu yfirstjórnina þá held ég að þá hef ég ekki trú. Í fyrsta lagi held að þessi hefðbundna nálgun verði jafn dýr, hugsanlega dýrari heldur en svo sem við lögðum upp með og að öðru leyti held ég bara að hún verði miklu óskilvirkari. Hugmyndafræðin á bak við það að breyta þessu fyrirkomulagi var að geta gert meira, sinnt betri þjónustu. Hlutirnir væru skilvirkari, að vera áhersla á teymisvinnu en ekki það að brenna sveitarstjórana jafnharðan og við höfum upplifað síðustu ár. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að gamla skipulagi virkar alveg. Það er bara eðli hlutana að eins og ég nefndi að
þó að amma þín hafi alltaf svoðið hangilæri í tvennu lagi og þau nátt ekki stærri pott, þá er alveg hægt að breyta eða láta minnst að reyna á breytingarna. Og annars sem var komið inn á var það að mér finnst einhvern veginn svona útbreytur misskilningur að kosningarnar hafi bara snúist þetta eina atriði. Og rétt 40 manns sem sveifluðu þessu yfir og þannig er bara staðan. Eins og það snerust þessar kosningar umtalsvert mikið fleiri og ég held að þið geti ekki lítið svo að það var einhver fullkominn svik og eitthvað kjósendur að gera málamiðlanir í einhverjum tilfellum því að þið munu þurfa að gera þær. Það er alveg ljóst. Við erum með ýmist lofar sem að verður erfitt að fylgja eftir, til að mynda verður mjög fróðlegt að sjá tillögur hvernig þið ætlið að reka sveitarfélagið á skatti og fleira sem að er bara eðli þess sem við erum að gera. En við náttúrulega nálgast samstarf og nálgast að eiga í samvinnu með einhverja hluti, þá munum við þurfa að gera fullt af málamiðlun næstu árin. Og það að leggja einhverja harðlínu í þessu sem er mjög vandlega undirbúið og hefur verið gert í langan tíma og slega þungur tónn inn í þetta samstarf. Það lá ekkert á að hjóla í þetta fyrir sumarleyfi til að mynda. Og meðan hefur bara allt á milli himins og jarðar settið á hakan. Þú veist búin að hvað það er ljós. Já, ég ætla að bara rétt á eftir Halla því að maður þannig kostna. Að það er ekkert alveg fyrir sig hvernig kostnaður væri núna heldur. Af því að í síðustu viku þá vorum við með íbúðaráð sem voru ekki launuð og í þessari viku eru komin laun. Og ég ætla bara að venda þetta. Takk fyrir það. Aðeins kannski að bregðast við því sem Helgi sagði því að þú fórst ekki alveg rétt með Helgi að við höfum aldrei lofað því að reka sveitarfélagið á skatttekjum. Það er mikilvægt að hafa rétt eftir, hins vegar það teljum við og þetta er alltaf markmið allra sveitarfélaga að leitast við að finna leiðir til þess að geta rekið sveitarfélögin á sjálfbæran hátt. Og á meðan við ekki gerum það að þá eru minni líkur á því að við náum því, þannig að það hlýtur alltaf að vera keppikefli okkar að reka sveitarfélögin á sjálfbæran máta. Ég vildi nú bara koma því til haga. Ég ætla bara að bera af mér það að ég hef farið með rangt mál í stefnuskrá og Elístan stendur að rekstur sveitarfélagsins verði sjálfbær. Það er að skatttekjur standi undir hinni lögbúnu þjónustu. Það er markmið. Það er mjög metnaðarfullt. Og með vísan í það sem ég er að segja að einhvers staðar á þessari leið það geti gerst í skipulagsnefnd, það mun gerast hér í alls konar málum af því að það eru 5-4 hérna. Þetta er ekki einhvern veginn svona það munu verða áskoranir sem að krefjast það sem að gera í málamiðlunum. Þess vegna finnst mér vegna þess hvað við lögðum mikla áherslu á þennan þátt að það sendir vond skilaboð inn í samstarfið að draga harða línu strax í upphafi með þetta. Já, það er kannski þetta sem ég nefndi síðast sem er svolítið grundvallaratriði að senda vonda línu inn í samstarfið. Við höfum ekki orðið varhluta af því síðan úrslit kosninga urðu ljós. Við kjósum að fara ekki í neina skotgrafir með það. Þetta var alltaf ljóst að við myndum hafna þessari stjórnsýslu tilraun og freista þess að geta tekið upp fyrra skipulag. Það má deila bæði skipulögin. Við höfum sagt að verkefnin eins og þau eru hjá sveitarfélögum og ekki síst sveitarstjórum, þau hafa verið mikil og krefjandi og verða það á næstunni. Það er ekki bara skipulagið sem segir til það hvernig verkefnum er dreift í stjórnsýslunni. Þannig að nú er það þá undir okkur komið að láta hlutina virka með hinu hefðbundna skipulagi. Og ég líka benda á það að því að þú hefur ítrekað nefnt það með það sé verið eyða miklum tíma að þá er það líka þannig að við hefðum geta haft fyrsta sveitarstjórnarfund fyrr en það var á ykkar valdi að boða hann og það var dregið lengur heldur en við óskuðum eftir. Þannig að, en eins og ég segi, við bara höfum engan áhuga á því að vera í þessum skotgröfum. Við erum ósammála þetta skipulag en að öðru leyti held ég að við náum ágætlega saman og vonast virkilega til þess að þegar að við yfirstígum þennan hjalla að þá getum við farið að vinna saman að skynsemi og fyrir samfélagið.
í heild sinni. Takk. Helgi. Það er stutt bara því að það gagnrýnum boðun fyrsta fundarins sem að hann á helgin held í 2 dögum síðar en hafi verið rætt á sínu tíma. Hins vegar fór þetta svona hálfur össulega af stað, það tók sigruðu kosningarnar og eru þar með taumana og farið dálítið með svona, eru með þetta leiðandi hlutverk og við áttum alveg á því að það er áskorun sú staða og þetta er krefjandi starf sem við komið að sum okkar í nokkuð tíma. Hins vegar leið rosalega langur tími þar sem að hlutinni voru einhvern veginn í lausu lofti. Það leiðnar í vika áður en að sú sem skipaði efsta sæti listans hjá ykkur setti sig í samband. Það leiði næstu í 2 þangað til við vissum hvert var í oddvitaefni e-listans. Það leiði 4 vikur þangað til að viðkomandi barsi eftir fundið einhvers konar samtali við okkur. Við sjáum svo tillögur að nefndaskipana sem að alveg ljóst að það er engin innistæða fyrir orðunum gott samstarf og gott samtal þegar að þessi harðlína er lögð og það er ekki réttur litlifingur. Það er bara því miður staðan að hljóð og mynd bara ekki saman og gjörðir. Það eru mikil vonbrigði. Það er fleiri taka til máls. Nú, svo er ekki, þá legg ég fram tillögu að sveitarstjórn samþykki hér með breytingatillögu e-lista ásamt áorðnum breytingum sem urðu á milli umræða og felur hér með Jóni Hróa Finnssyni að koma samþykktunum til staðfestingar hjá innviðaráðuneyti. Já, með fyrirvara. Hvernig setjum við það inn í? Samkomulagið var að þetta yfirlestrar og tökum þetta fyrir á næsta fundi. Já, það voru líka breytingar samþykktar frá okkur inn í skjalinu, en erum við ekki að taka bara skjalið með áorðnum breytingum til samþykktar í heild sinni með þessum fyrirvara? Breytingatillögu beggja lista. Ég skrifaði sveitarstjórn samþykkir að vísa samþykkinni með áorðnum breytingum til yfirlestrar Getum ekki okkur saman? Eða þú veist, meðalviti að við... Þið getið samþykkt þetta eins og þið viljið, sko. Nei, þið varum... Það er aðalega þetta sé rétt. Aðalega bara líka að þetta sé samræmi við samkomulagið sem kom áðan fram. Það er það sem ég er að reyna að koma orðum af. Þannig að það sé sagt, en sem sagt... En sko, ég bara meina að ótvita, við kannski setjum okkur ekkert endilega á móti því að málið verði afgreitt í dag. Með fyrirvara að það komi ekki einhverjar alvarlegir ágalla fram á skjalinu eins og lítur út. Til að geta flýtt fyrir þessu. Ef að koma einhverjar athugasemdir við yfirlestur Tryggva eða annars eða felið sem ég myndi leggja til að Tryggvi að verið falið að gera þetta nema það sé ófært af einhverjum sökum. Ef að kemur ekkert fram sem að gefa tilefni til þess að við tökum þetta fyrir aftur og þá liggur á að koma auglýsingunni út þess að við komin áðan vegna þess að kapphlaupið hæfustu stjórnendunar er langt komið, sko. Við erum aðeins að missa lestinni. Það byrjið þið fundarritari að lesa þá upp tillöguna eins og hún hljóðar. Sko, fundarbókunin verður miklu lengri. Það er sveitarstjórn samþykkir að vísa samþykktinni með áorðnum breytingum til innviðaráðuneytis og með athugasemdir við tillöguna að verða þær bornar undir sveitarstjórn. Þannig Já, við vorum ekki að tala yfirlestur lögfræðings okkar áður en þetta Já. Það myndi kannski bara spara tíma, sko. Það er betra ef að Tryggvi hefði tökað að lesa þetta með áorðnum breytingum fyrir helgi koma þessi til ráðuneytisins. Það er ólíklegra að koma með athugasemdir þar. Það myndi tefja okkur ef við fengjum þetta í hausinn. En ef að lögmaðurinn okkar gerir athugasemdir þá er það sjálfsögður. Ef það eru stórvægilegar athugasemdir, þá er eðlilegt að efnislega. En að öðru er eitthvað málfarsið, þannig Já.
Akkúrat. Þá bara fellur út þetta að gefa þá auðvitað yfir þess að sveitarstjórn samþykkir að vísa samþykki með áorðnum breytingum til yfirlesturs lögfræðings sveitarfélagsins sem enn ekki lengur bara lögfræðings saman það og innviðaráðuneytis ef ekki komið fram veigamiklar athugasemdir eða hvað, hvernig getur þú orðað þetta? Eftir til yfirlestur til lögfræðings ef ekki koma fram veigamiklar breytingar við þann yfirlestur verði Jóni Hróarinsinni falið að senda samþykktirnar til ráðuneytis annars verða þær lagðar undir sveitarstjórn ef það verða veigamiklar breytingar. Það var ekki hvað. Það er komið fram efnislegar ábendingar eða leiðréttingar bara leiðréttingar við yfirlestur lögfræðings. Sveitarstjórn fjalla þær. Ég skrifa komið fram efnislegar athugasemdir skulu það borna undir sveitarstjórn og það á þá við bæði athugasemdir kæmi þá hugsanlega frá lögfræðingum á fyrristigi eða ráðuneytinu á seinna sammála það. Þú lesir kannski einu sinni. Sveitarstjórn samþykkir að vísa samþykktinni með áorðnum breytingum til yfirlestrar lögfræðings. Ef ekki koma fram veigamiklar efnislegar athugasemdir skulu þær sendar til innviðaráðuneytis til staðfestingar. Komi fram efnislegar athugasemdir skulu þær bornar undir sveitarstjórn. Þeir sem geta samþykkt þess. En erum við þá að greiða atkvæði samþykktina þá í heild núna? Já. Það erum þá orðalagir ykkar því að ég mun greiða atkvæði gegn breytingum á samþykktina bara þannig að þessu skil. Tillaga að breytingum og samþykktum og með áorðnum breytingartillögum áorðnum breytingum Nei, ég hef verið þessu eða sko ég bara hanga á Facebook og meðin tíu eru þá samþykktar það þurfum að bera það upp til undir atkvæði heildina og þú getur gert það Já. Búið að bera heildina upp tillaga breytingum og samþykktum með áorðnum breytingum Það eru samt örugglega tvær stafsetningar. Já, í seinni. Það mun kannski laga. Skiptir það máli? Í þessum texta? Já, það er Sinn alltaf svigrúm til að haga Já, ef það er þá er það alltaf læg. Ef það er stafsetning og svona, þannig er gott. Og þá hefur getum fengið atkvæðin í þessa. Já. Þá ber ég tillögunu ég legg til að breytingar eilistans með áorðnum breytingum sem hafa orðið á meðferð á endanlega skjalið. Já, breytingatillaga eilistans ásamt breytingum sem að við höfum nú þegar fjallað að leggja til að þær verði samþykktar með óska bara eftir bera þær undir atkvæði þeir sem geta lýst þeir sem geta samþykkt
Breytingartillögu E-listans ásamt þeim breytingum sem að hafa orðið á milli umræðina ber þær undir atkvæði núna. Þeir sem eru samþykkir, það eru 5, þeir sem eru á móti, það eru 2 og 2 sitja hjá. Þá leggjum til, er það ekki? Fimm. Þeir greiða atkvæði á móti. Atkvæði frá E-lista. Það sé bara að lesa þú bara. Það eru Helgi og hverju greiða atkvæði á móti. Ragnhildur. Nei. Úlla fyrir ekki verið. Já. Og já, ættum við ekki að taka 5 mínútna súrefnishlé þegar við erum að berja þetta saman. Skulum endilega það. Sko, er bókunni klár? Ef að lesa Mér vantar hérna bókanir þeirra sem lögðu fram bókanir. Ég sendi þér Ekki búin að senda það, já. Þannig ég þarf að Eigum við þá ekki að taka okkur hlé á meðan að þeim er komið fyrir bókununum. Tökum okkur 5 mínútna hlé.
Ok, vil ég leiða sér þá upp textan eins og hann lítur út núna, það vantar þá með fyrirvörðum það vantar atkvæðagreiðslur við einstakar greinar. Það er sem sagt, í upphafi er umfjöllun þessar greinar sem eru tilteknar í innganginum. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að í stað sameinaðs sveitarfélags Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar komi Þingeyjarsveit þar sem það á við. Það er kannski óþarflegt þegar kemur bara einum stað. Já, það lest. Já, sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 18. grein orðist svo og svo, ég ætla ekki að þetta hef ykkur með því að lesa upp en þarna er tillagan eins og hún er og því það var samhljómur þessa tillögu, rætt var fjölgun fulltrúa í skipulagsnefnd. Helgi Héðinsson lagði til að breytingum og samþykktum verið frestað til Skjótinni bara þegar við vorum að tala í heild sinni sko, þannig að það sé ekki, lesist ekki eins og ég hafi átt við þessa grein einu og sér. Breytingum á Þú samþykkt. getur sagt að lagði til að öllum breytingum á samþykktum. Var þetta skýrt? Já. Tillaga Helga var felld með 5 atkvæðum gegn 4. Tillaga K-lista að nefndarmenn í skipulagsnefnd verið 7 í stað 5 og var borin undir atkvæði og tillagan felld með 5 atkvæðum gegn 4. Kannski títekning eða ok. Knútur óskaði eftirfarandi yrði fært til bókar. Hann er textinn sem hann sendi mér rafrænt og lesin upp. Fulltrúar E-lista draga tilbaka til og sem breyta ákveðum vanhæfi og fjölda sveitarstjórnarfulltrúa eins og gert var ráð fyrir upphaflegu tillögu. Já, bara svona. Samanber 12 og breytingatillögu. Mikil munur þegar maður sér textan. Helgi óskaði eftir að eftirfarandi væri fært til bókar. Geri athugasemdir við að ekki hafi verið komið til móts við margvíslegar athugasemdir sem framkomu á fundi sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar þann 15.7. hvað varðar íbúðaráðin og starfsemi þeirra. Farið var yfir áorðnar breytingar lið fyrir lið og hver breyting borin undir atkvæði í sjálfskráningu og harfáttita og við færum það inn áður en að gengi verður frá fundargerð. Helgi óskaði eftir að vísa yrði til bókunar hans á fyrsta fundi sveitarstjórnar í fundargerð. Það komið fram innan með nánari varðandi anstöðu eða varðandi eitthvað. Nei, nú var ég bara að fara. Bara, getur maður ekki bara að segja ítreka bókun frá fyrsta fundi, eitthvað svoleiðis. Og bara ítrekar. Bara nefnir þú mótmæli, sko. Nei, bara þetta sé skýrt fyrir það sem svona er að lesa þetta blank, sko. Það sem bara þú getur gert að vísi það sem ádráttarlaust að lagst gegn breytingum á fyrirliggjandi samningum. Og ég breyta því gildandi. Já. Og þá er það sem sagt tillaga að breytingum og samþykktum. Tillaga E-lista að breytingum og samþykktum. Tillögur E-lista að breytingum og samþykktum með áorðnum breytingum eru samþykktar með 5 atkvæðum. 2 greiða atkvæði gegn breytingunum og 2 sitja hjá. Sveitarstjórn samþykkir að vísa samþykktinni með áorðnum breytingum til yfirlesturs lögfræðings. Ef ekki koma fram veigamiklar efnislegar athugasemdir skal endurskoðuð samþykkt send til innviðaráðuneytis til staðfestingar. Komi fram efnislegar athugasemdir skulu þær bornar undir sveitarstjórn. Þeir sem að samþykkja þessa bókun merki það eru þeim sem að samþykkja Og með fyrirvara þessar atkvæðisvíslu. Já. Og einhverjir á móti þessari bókun. Svo er ekki. Er ekki bókun í rauninni
það er náttúrulega bara við erum að bera hana upp þannig að hún sé örugglega. Já, við samþykkjum oftast Því samþykkja hana með undirritun. Já, bara svona til þess að tryggja það. Fjórir sitja hjá. Þá Bara til upplýsingar, ég bætti við í innganginum, í innganginum var breytingar til að ELS lögðu fram til annar umræðu ásamt þeim breytingum sem urðu á milli umræðuna, jafnframt lagðar fram eftirfarandi breytingartillögur. Þetta er setning sem ég bætti við. Okay. Og svo kemur upptalningin til tölum. Takk fyrir það. Þá höldum við áfram með dagskrá fundarins og þá er það 3. liður og það er lausafjárstaða sveitarfélagsins. Nú að mati starfsmanna er lausafjárþörf sveitarfélagsins 70 milljón krónum meiri en áætlað var þegar óskað var eftir 50 milljón króna yfirdráttarheimild á fundi sveitarstjórnar þar 15. júní síðastliðinn. Óskað eftir heimild sveitarstjórnar til að hækka yfirdráttarheimild sveitarfélagsins 70 milljónir í 6 mánuði, þannig hún verði 120 milljónir. Og ég gef orðið laust. Helgi, gjörðu svo vel. Já takk, það er alveg einboðið að það þarf að ráðast í að fjármagna þær framkvæmdir sem eru í gangi og þetta liggur fyrir sameinuð fjárhagsáætlun beggja sveitarfélaganna. Það sem fram kemur að það er gert ráð fyrir fjárfestingum upp á rétt 0,5 milljarð. Fjárfestingar geta þessar sameinuða sveitarfélags verið líklega á bilinu 200-300 milljónir, þannig að við erum að fara umfram það, reyndar að hluta til vegna fjármagn sem að kemur tilbaka vegna samkomulags við Vegagerðina. Þannig að það liggur og hefur legið fyrir nokkuð tíma að það þyrfti að taka lán eins og fram kemur í áætluninni. Þannig að ég myndi beina því til þess sem fer með fjármálastjórn sveitarfélagsins að vinna með sambærilegum hætti og gerðu verið að gera fjárstreymisáætlun, þannig að það þurfi ekki að vera að vinna þetta svona og ganga frá lánsfjármögnun hjá lánasviði sveitarfélaga fremur en að vera að vinna þetta á heimildum. Það liggur alveg fyrir hver þörfin er og það er bara að vinna handavinnuna. Gefa þér orðið, Jón? Við erum búin að óska eftir sjóðstreymisáætlun. Fjármálaráðgjafi hjá KPMG er að vinna í því, ætti að vera að vinna í því, þannig að við viljum fá betri yfirsýn yfir það. Það er tekjustreymi sem er eitthvað aðeins að högta og það er eins og þú segir, það eru styrkir sem á eftir að sækja og við þurfum að sækja. En fyrst og fremst við þurfum að reyna að ná þessari yfirsýn og átta okkur á því hvað þetta er til langs tíma, þessi lánsfjárþörf. Og sjálfsögðu eins og bara í gær komu inn fjármunir sem við vorum ekki viss að kæmu inn, sem léttir aðeins róðurinn en breytir ekki því að við þurfum svona aðeins að skapa okkur svigrúm, en sjálfsögðu nýtum við ekki þessar fjármunir nema á þurfa að halda. Já, þetta er bara því besta mál, sko. Það þarf að vera svigrúm til þess að reka þetta eins og bara til lengri tíma það þarf að horfa svona aðeins fram á við í þessum áætlunum og að liggja fyrir. Það eru mjög miklar framkvæmdir í gangi, þannig að það er mjög eðlilegt að við séum eitthvað svigrúm fyrir þessa daglegu fjármálastjórnun, en það lá fyrir í áætlunargerð síðasta hausts að það yrði framkvæmdir umfram fjárfesting eða veltufé frá rekstri, fjárfestingagetuna, þannig að þetta kemur ekki óvart en við þurfum bara að handavinna að sækja fjármunina til lánasjóðs sveitarfélaga sem er að jafna yfir svona. Það er kannski bara spurning einmitt til þína því sem fyrirverandi sveitarstjóra. Liggja þessar upplýsingar kannski fyrir? Var kannski búið að greina lausafjárþörfina núna næstu vikur og mánuði? Er það eitthvað sem geti sparað okkur vinnu? Það liggur fyrir auðvitað þessi sameinaða fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir rammanum í ár. Hins vegar er alltaf frá tíma til tíma aðeins óljóst hver hún er frá mánuði til mánuðar og það jafnaði verið svona höndum skrifstofustjórna að svona fylgjast aðeins með því og hnippa í okkur ef að stundum eru tekjurnar lægri, stundum eru það hægri, þetta er aðeins ófyrirsjáanleiki í þessu. Framkvæmdirnar eru svo höndum þeirra sem að sjá framkvæmdarhliðina hjá okkur, þannig að nákvæma áætlun á þessum tímapunkti er ekki til og þarf dálítið að vinnast bara eins og þessar áætlanir í eðli sínu frá mánuði til mánuðar en stóra myndin liggur fyrir. Takk fyrir það. Þá legg ég til að sveitarstjórn heimili að tekjum verði 70 milljón króna viðbótar yfirdráttarheimild, þannig að yfirdráttarheimildin verði 120 milljónir í 6 mánuði. Og Gísla Sigurðssyni verði falið að ganga frá því.
Þeir sem samþykkja, og það eru 5 sem samþykkja, er einhver á móti, það sitja 4 hjá. Þá förum við í 4. lið. Það er varðandi fundatíma sveitarstjórnar. Það liggur fyrir tillaga fundatíma sveitarstjórnarfunda og sveitarstjórn ber að halda reglulega fundi og eins og samþykktin gerir ráð fyrir að þá stóð til að ákveða og það er ekki tíð til fyrirstöðu að bera upp tillögu að fundartími sveitarstjórnar verði að jafnaði haldnir, eða fundir sveitarstjórnar verði að jafnaði haldnir annað miðvikudag af klukkan 1. Staðsetning verður auglýst hverju sinni. Síðasti fundur fyrir sumarleyfi var áætlaður í dag 22. júní en vegna nýafstaðinnar sameiningar og mikillar verkefnastöðu eða þröngrar þá munum við leggja til að það verði haldinn fundur 29. Samkvæmt eftir 2 vikur sem er þá 7. júlí og fyrsti fundur eftir sumarleyfi verði 17. ágúst. Orðið laust. Jóna. Já, ég ger svo mikið athugasemdir við þessa ráðstöfun og ljósa aðstæðna með fundatíman og ég er bara rétt að koma fram í inngangi en ég tel rétt að við setjum niður bara á haustdögum bara staðsetningar fram í tíman eins og var boðað en við munum svona kannski skoða aðstæður, kannski verðum ekki að funda hér eins og oft en ég held að þessi rétt að við gefum út hvar við verðum á hverjum tíma upp á fyrir sjáanleika. Sammála því. Helgi? Bara stuðið þessa tillögu eins og ég lýst á hann ára að missa þessa vinnu inn í júlí og helgast kannski af auðvitað verkefnaþunga og svona áskorunum við að koma þessu heim og saman og yfirgripsmikilli dagskrá fundar skipulagsnefndar sem hefur ekki verið haldin enn þannig að ég held að þetta sé nauðsynlegt úr því sem komið er og ég held að þetta bara samnist það að reyna eftir fremsta megni að vera þannig undirbúin með þeim vinnufundum og því sem við þurfum að gera í aðdragandanum að við skiljum vel við þetta þannig að við náum nú nauðsynlegu andrými yfir hásumarið. Fleiri. Þá legg ég það til sem sagt að tími sveitarstjórnarfunda verði að jafnaði klukkan 1 á miðvikudögum. Fundartími verði auglýstur sérstaklega en við leitumst við að skipuleggja okkur fram í tíman, gerum það þá á haustmánuðum og að síðasti fundur fyrir sumarleyfi verði 7. júlí og fyrsti fundur eftir sumarleyfi 17. ágúst. Þeir sem geta samþykkt, gefið merki. Það eru 5, einhverju á móti. Það er engin en 4 sitja hjá. Við 5 samþykkir. Já, 4 sitja hjá. Næsti liður er kosningi nefndir, ráð og stjórnir og hér vil ég leggja til að við frestum þessum lið en tökum okkur vinnufund og förum yfir, undirbúum okkur betur og verðum tilbúin með þetta til umræðu á síðasta fundi fyrir sumarfrí. Er það einhverjir sem eru mótfallnir því? Svo er ekki, með það telst samþykkt. Ég held að lókunum á loft til öryggis samþykja þetta. Já, Já. allir samþykkir. Takk undir vinnulagið fram. Já, ég held að það sé svolítið atriði við setjumst niður sko, í staðan fyrir að fáum bara einhvern tölvupóst sem að því að þurfum að geta rætt þetta aðeins fram og bak. Já, bara boða þeim. Endilega. Flott. Eða boðan helst fyrir helgina og hafa hann í næstu viku. Já. Kosningar til sveitarstjórnar, hér átti nú eingöngu að fara yfir greinargerð yfirkjörstjórnar sem að má fresta vegna þess að við erum komin í tímaþröng og ég legg til að við frestum
En niðurstöður kosninga þær hafa ekki verið birtar á heimasíðunum, hefur svolítið verið kallað eftir því, þannig að það verður þá vonandi gert í framhaldinu. Einhverjar umræður þennan lið? Já, bara til áréttingar, það var þetta tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar Skútustaðahrepps og það búið að birta þá fundargerð á vefnum. Okay. Þetta verið lagt fram áður á þeim vettvangi, þingeyjarsveitarmegin var ekki haldin eftir kosningar. Okay. Það er skörun. Það er sjálfsagt að leggja þetta fram og það mætti alveg bara leggja þetta fram til kynningar og þurfa ekkert að hanga með þennan lið. Þetta er bara lagt fram til kynningar. Þá þarf ekki að greiða atkvæði það. Sjöundi liður, því að við bættum þarna einu við fram að þið. Það er starfskjör kjörinna fulltrúa nefndarmanna. Nú, sveitarstjórnarmannum ber samkvæmt sveitarstjórnarlögum að ákveða hæfilega þóknun fyrir sín störf og hér legg ég til að sami háttur verði hafður á eins og var hjá Þingeyjarsveit, að það er lagt til að þingfararkaupi verði lagt til grundvallar nú í upphafi nýs kjörtímabils. Fjárhæðin var birt í dag, við erum ekki komin með hana, en hún verður birt af Alþingi. Sú grunnfjárhæð tekur breytingum í samræmi við ársfjórðungslega þróun launavísitölu starfsmanna sveitarfélaga. Notast verður við sömu hlutföll af grunnfjárhæð eins og þau sem gilt hafa í Þingeyjarsveit frá 2018. Að vísu með smá breytingum, en mánaðarlaun kjörinna fulltrúa eru þá 10% af þingfararkaupi, mánaðarlaun oddvita 15% af þingfararkaupi, greitt á hvert fund sveitarstjórnarmanna 2,5%, greitt fyrir fund oddvita og formanns nefnda 3,5%, greitt á hvert fund varafulltrúa 4%. Ekki orðið laust, Helgi, gjörðu svo vel. Ég legg til að umræðum þennan lið verði frestað í ljósi þess að gögnin komu seint inn, sumir bara núna undir hádegið. Það búið að vera vandræði með fundagáttina líka, þannig að við höfum ekki náð að fjalla þetta eins og við þyrftum að geta gert með eðlilegum frestum á birtingu gagna. Hins vegar eru þetta er praktískt líka því að það er eðlilegt að fólk fái greitt fyrir þennan fyrsta mánuð. Þannig að ég bara beinlínis með tillögu það að við miðum bara við starfskjör Þingeyjarsveitar fyrir þennan mánuð og tökum svo umræðum þetta á vinnufundi og klárum þetta að 2 vikum liðnum. Já, við getum gengið til kosninga með þessa tillögu Helga að sem sagt að við laun fyrir þennan fyrsta mánuð þau miðast að við greiðslur sem að hafa gilt hjá Þingeyjarsveit og við tökum umræðuna. Já, í rauninni bara við förum aðeins yfir þetta þegar það þarfnast umræðu og tökum þetta aftur á dagskrá að 2 vikum liðnum. Það var lagt fram tillögu á næsta fundi, eftir vinnufund. Þannig við leggjum til að umræðu verði frestað en þangað til að þá gildi það launaskipalið sem að gildi hjá Þingeyjarsveit. Þeir sem eru samþykkir, allir samþykkir því. Undarlegt til að bara náður. Hann er orðinn rauður í framan. Það er gott, þetta er miklu betra tempó. Næst tökum við fyrir erindi frá tónlistarskólanum á Akureyri þar sem óskað er eftir að lögheimili sveitarfélag nemanda greiði kostnað vegna tónlistarnáms eins nemanda á grundvelli samkomulags sem ríki og sveitarfélag undirrituðu 2011 framlag jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til eflingar tónlistarnáms og jöfnunar á aðstöðu nemanda. Ég legg til að sveitarstjórn samþykki erindið sem fellur undir 1. grein auk 7. greinar regluna framlögur jöfnunarsjóða sveitarfélaga til eflingar tónlistarnáms og jöfnunar á aðstöðu nemanda frá árinu 2011. Þeir sem eru samþykkir það greiða allir atkvæði með þessu. Má ég bara nefna til einföldunar í framtíðinni. Ef það eru komið drög að bókunum mál sem eru ekki pólitísk eða óumdeild, þá þyrftu þau að fara undir innganginn til þess að aðri fundamenn sjáu hvernig tilstendur þetta nefnt sér. Þetta er svona bara praktískt með einfald okkur aðeins. Við skulum taka 9. liðinn. Það sveitarstjórn hefur borist erindi frá umboðsmanni Alþingis varðandi kvörtun umsækjenda stöðu skólastjóra Stórgætaskóla. Þar vil ég leggja til að sveitarstjórn feli lögmanni sveitarfélagsins að óska eftir fundi með málsaðila í samræmi við álit umboðsmanns Alþingis. Orðið er laust.
Það er engin. Bara með vísan í tillöguna bókun eða spyrir bara hver er lögmaður sveitarfélagsins? Já, ég tek bókunin aftur, tillöguna og hún orðast það svona: sveitarstjórn felur lögmanni að óska eftir fundi með málsaðila í samræmi við álit umboðsmanns Alþingis. Þeir sem geta samþykkt. Já. Þeim samþykja. Einn spurning. Já. Og fundarritara. Voru það samþykja að það yrði greitt samkvæmt kjörum sveitarstjórnarmanna Eins og þau eru í þingæðisett í júní? Já. Eða voru það þessi bráðabirgða tala nefnum að verði leiðrétting? Það sé ekki einhverju klemmu það ekki mánaðamótin sem miðað við það núna. Já, vil ég setja fyrirvara leiðréttingu eftir á eða vil ég... Já, við ætlum að svo ákveða kjörin, að það ekki... Ég taka umræðu þetta. Já, en ég meina, viljið þið, þá tekið ákvörðun breytt kjör hugsanlega, þau eru kannski eitthvað herri og þá gilda þeir frá þeim degi þegar þið ákveða. Þá taka ákvörðun að kjörin í júní séu þessi, eða kjörin séu þessi til bráðabirgða þangað til ákvörðun liggur fyrir. Hvort að ákvörðunum verði afturvirk fyrir júní? Já, við getum þá tekið ákvörðun það ef það verði það niðurstaðan. Ég er nú reyndar ekki trú að verði heiminn að hafa þarna miklu tillögurnar eins og það liggja. Ok, þá skrifa ég bókunina þannig að sveitarstjórn samþykkir að fresta umræðu kjör sveitarstjórnarmanna en að greitt verði fyrir fundi í júní 2022 samkvæmt kjörum sveitarstjórnarmanna í Þingeyjarsveit á síðasta kjörtímabili. Samþykkt. Það höldum við áfram og ég ætla að bera aftur upp tillögu varðandi erindi frá umboðsmanni Alþingis. Ef það er ekki neinu sem kveður sér máls frekar, svo er ekki. Sveitarstjórn feli lögmanni að óska eftir fundi með málsaðila í samræmi við álit umboðsmanns Alþingis. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Það eru 5, 6 og 4 sitja hjá. Þetta eru mótfallna. Nei, fyrirgefiði. Þeir sem eru mótfallnir vinsamlegast gefið merki. Svo er ekki. Ég er aðeins að vera hérna eftir sveitarstjórn. Það er tillaga bókun í áttundalið svoknum tónlistarnám. Sveitarstjórn samþykkir erindi sem fellur undir 1. grein auk 7. grein reglna framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til eflingar tónlistarnáms og jöfnunar aðstöðu nemenda frá árinu. Get ekki bara vera samþykkir erindi. Já. Það er sammála því sem einfalt. Já. Fór 5. Var það 5-4 eða? Nei, 5 leik. Engin móti. Já, 5 en það var hjásetta? Já. Já, ok. Samþykktu hvað Nei, ég verð ekki, ég verð hlusta hana með Já, það var samþykkt. Ég var samþykkt þetta. Umboðsmann. Það er ekki Halldór að skrifa þetta hjá sér. Ég má skrifa þetta. Flóri sátt hjá varðandi afgreiðsluna á umboðsmanni. Nei, lögmanni. Hvaða lögmanni? Það þarf ekki að koma. Segðu upp með sem nýsatvíð. Það er lögmaður. Skráðunar þegar Það er lögmanni að óska eftir. Ég aldrei Það er nokkur myndir. en vantarlega fyrstastu undir og bara prófa þetta að setja eitthvað fyrir því sem ég aldrei notaði það. Það ekki koma þessu bara í mínar hendur þá getur við vitum hvernig það er það. Ég var að fara að breyta því að Þetta er svolítið mikið opið. Líkur á þessar afgreiðslu og rífreshar. ég vil bara resta með tvisvar og virðingu viðkomandi að gera það málum. Það legg til að þegar við erum ekki með ákveðna Þar setti ég minni satri og það gefum bara hjá mér. en þetta er áspilning. Það er ég og lögmaður. það er strax sterkt þessi sjóður. Þetta er eitthvað Afsakið, fundarstjóri misti aðeins af og gerði hérna smá athugasemd, þannig ég ætla að fá að bera upp tillögu að samþykkt 9. lið varðandi erindi umboðsmanns Alþingis
að sveitarstjórn samþykki að fela Jóni Hróa Finnssyni að boða til fundar með málsaðila í samræmi við álit umboðsmanns Alþingis. Og þar af leiðandi þá í hans höndum að Ég bara það búið að fresta, kom fram í máli út þetta áður þegar ég spurði það búið að fresta málum tvisvar. Það er svona kurteisismál að koma þá kannski samskiptum mál, hvert sem þau sína leiða, en allavega við þurfum að þreifa, við þurfum að skoða hver er svona afstaða kærandans til framtíðarinnar. Ég held að þetta sé skynsamlegri nálgun heldur en það sé einhver. Þeir geta samþykkt þessa breytingu í gjöfumerki. Það eru 5, einhverja móti, svo er ekki, 4 sitja hjá. Ég legg til að við brestum 10. lið, af því það er ekki, við erum ekki tímapressu hvað hann varðar. Við getum klárað hann á næsta fundi. Tökum síðan 11. lið sem varðar veiðirétt, útleigu veiðiréttar Kálfaströnd fyrir sumarið 2022. Eftirfarandi 3 tilboð hafa borist í sumar veiðirétt Kálfaströndar. Það er Halldór Árnason býður 100.000 til Kálfaströnd 1 og 100.000 til Kálfaströnd 2. Þórhallur Kristjánsson býður 300 í Kálfaströnd 1 og 250 í Kálfaströnd 2. Sverrir Karlsson býður 102 í annarkvort veiðiréttin. Það barst ábending ákvæði í skilmálum kaupsamnings sem varðandi bara fyrir eigandi á nýtingarétt á 10% veiðarinnar og þar með, ég vil bara gefa orðið laust ef það er einhver sem vil tjá sig hér. Það verður kannski ágætt að fá bara smá útlistun og hvað þetta er sem ræðir. Helgi, þú þekkir það. Hvað vil ég langa það? Í 3 setningum þannig flest. Veiðirétti í Mývatni er skipt samkvæmt arðskrá. Þar eru ráðstafað ákveðnum heildarlögnum og þeim deilt út miðað við hlutdeild veiðijarðanna í samkvæmt arðskrá í heildarlögnirnar. Það kom fram í auglýsingunni hversu mikið þetta var í tilfelli Kálfastrandar og þannig að það er alveg skýrt að skýrtirinn hvað verið að bjóða út. Það var einhver misskilningur varðandi þessi ákvæði í kaupsamningnum. Ég stóð þeirri meiningu að forveri minn hefði gengið frá því að þetta er ekki nýtt í ár, en ég held að það sé mjög einfalt að leysa þetta bara með samtali við hæstbjóðanda og Elínu varðandi það hvernig þetta er leyst. Ein lögn er 1 net í 1 sólarhring og ég veit ekki hvað vill fara djúpt í. Það er ein praktísk vangavelta bara meðferðina á þessum veiðirétti og það að almennt bara stefnumörkun það hvernig á að fara með auðlindirnar sem að fylgja þessari jörð og það tengist húsnæðinu, veiðiréttinum og ýmsum fleiru sem við þurfum að ræða og fá svona ykkar sína afstöðu á. En það er ekkert sem að þetta er það eina sem raunverulega liggur á því að þarna eru þetta bara peningar í sveitarsjóði í húi og ánægilegt að það skyldi berast 3 tilboð. Takk fyrir það. Þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki að fela Jóni Hróa að ganga til samninga við hans bjóðanda með tilliti til mögulegra nýtingar fyrir eiganda. Þeir sem geta samþykkt, allir samþykki því. Takk fyrir það. Ég ætla að sitja hjá þessu. Já. Ég hef gert það alltaf í þessu máli. Þá er 1 situr hjá og 8 atkvæði. Síðan þurfum að taka hérna 12. lið og það er lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanni Norðurlands eystra. Þar sem Unnur Sigurðardóttir fyrir hönd The Little Fish Company sækir ekstra leyfi, veitingaleyfi A, veitingahús, flokkur 2, að Hraunvegi 8 í gamla kaupfélagshúsinu við Mývatn. Er eitthvað tjá sig það? Svo er ekki. Þá legg ég til að sveitarstjórn við bókum að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við veittar rekstrarleyfi með fyrirvara að jákvæðar umsagnir berist frá byggingafulltrúa og heilbrigðis- og eldvarnara eftirlitinu samanber B-lið 7. greina laga nr. 67/2016 breytingu á lögum 85/2007. Þeir sem að geta samþykkt gefi merki og það eru allir sem samþykkja 9 atkvæði.
Það er 13. fyrirgefiði. Það er lögð fram umsagnarbeiðni frá Sýslumannskóla Norðurlandi eystra þar sem Aðalgeir Ásvaldsson fyrir hönd Rómulus ehf. Sækir rekstrarleyfi til reksturs gististaða í flokki 2C, minna gistiheimili í húsnæði Hótel Tjarna í Stórutjarnaskóla. Það vill einhver tjá sig það. Svo er ekki. Þá legg ég til að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við veitt rekstrarleyfi með fyrirvara jákvæðar umsagnir að jákvæðar umsagnir berist frá byggingafulltrúa og heilbrigðis- og eldvarnareftirlitinu samanber b-lið 7. greinar laga nr. 67/2016 breytingu á lögum 85/2007. Þeir sem eru samþykkir, og það eru allir samþykkir. Ég legg til að við frestum 14. lið, það er ekki tímamörk á honum. Ég legg einnig til að við frestum 14. lið sem er ekki tímamörk á 15. Já, 15. Tökum 16. lið. Það hefur borist aðalfundarboð greiðra leiðar. Fundurinn fer fram á Teams 28. júní klukkan 1. Einhverju sem vilja tjá sig það. Svo er ekki. Ég hef áhuga á því eða. Ég er bara að lýsa þér áhuga minn og mætaflönd. Já. Ég legg til að sveitarstjórn samþykkja Knútur Emil taki þátt í fundinu fyrir hönd Þingeyjarsveitar. Þeir sem eru samþykkir, allir samþykkir því. Síðan fyrir að taka lið sem var samþykkt að yrði tekin fyrir með afbrigðum hér í upphafi fundarins. Það er þá liður númer 17. Nei, fyrirgefiði, það er liður númer 18. Er það ekki? 18. er SSNE, fundargerð. Þá er það 19. Lögð fram til kynningar. Og það er já, það er heimabankinn. SSNE fundargerðin er hvort það má ekki bara bera með. Jú. Hvort það má ekki klára liðin. Já, það er bara lagt fram til kynningar. Fundargerð 38. fundar SSNE, hún er lögð fram til kynningar. Það er hún frá. Já, þetta er komið. Er ekki bæði þessi búið? Nei, heimabankinn ekki. Þá er það, já, málið sem að við, sem áttu að vera að hafa borið fyrr undir, sem fyrra málið með afbrigðum, að það er, ég legg til að sveitarstjórn samþykki opnun skoðunaraðgangs í heimabanka fyrir Jón Hróa og fullan aðgang fyrir Gísla Sigurðsson í heimabanka Skútustaðahrepps og veitustofnana Skútustaðahrepps. Og þið hafið hugsanlega fengið rafræna undirritun senda frá Íslandsbanka. Vill eitthvað tjá sig það? Bara spurning að við fengum þessa undirritun senda í rauninni, þannig að þetta var komið í einhvern farveg. Er planið að Gísli fari með fjármálastjórn sveitarfélagsins að einhverjum tíma? Þetta er náttúrulega, snýst ekki bara reikninga, þetta snýst umboð, prókurumboð og fleira, sko. Eða hvernig, hver er pælingin fram að veita aðgang að heimilum? Pælingin með því að veita já, fyrir ekki, gerst það. Ef mér skemmtast ekki þá var Gísla falin prókúrur sveitarfélagsins á síðastliðnu ári. Já, það. Og Það inniber þá þetta? það inniber þetta en bankinn gerir kröfu þessa undirritun sveitarstjórnar. Þannig að í raun og veru, í mínum huga felst það svolítið í þessari ákvörðun sveitarstjórnar sem þegar er tekin. Þannig að hafa aðgang, tilgangur með að ég fái skoðunaraðgangar fyrst. Við erum að reyna átt okkur á þessari stöðu og tekjuflæði og gjaldaflæði. Þannig að hann sitt ekki alveg inn að það. En yrði tekið til endurskoðunar þegar að stjórnskipulag sveitarfélagsins liggur endanlega fyrir. Það er krafa frá bankanum og staðfestingar. Það er kannski eitt svona praktískt af því að þetta eru bara viðfangsefnin ærin í samhengi þessum áður rætt auðvitað. Nú veit ég ekki að það eru
Það voru opnað rúmar 3 vikur síðan ég lét formlega störfum við þessa framkvæmdastjórn, en það er framkvæmda áætlunin liggur fyrir og við höfum trú á að upplýsingarnar liggi einhver leyti fyrir hjá starfsmönnum til svona mánuð fyrir mánuð. Stóra planið liggur í fjárhagsáætlunum og skjalinu þar sem búið að sameina þær. Þannig að vonandi gengur vinnan vel hjá þeim að kortleggja þetta þannig að sem frá þessu gengi, en það er umtalsverður munur á kjörunum sem okkur bjóðast á lánasjóði sveitarfélaga og heimildum, þannig að það er aðkallandi að bara vísa því til þess sem fyrir með fjármálastjórnina að drífa í þessu og hugsanlega var þetta að ganga frá þessu og spara töluverða fjármuni með því að klára þetta á næsta fundi. Takk fyrir það. Nú fleiri mál komast við ekki yfir í dag, þannig að ég þakka ykkur fyrir góða þátttöku. Voru búin að samþykkja þetta? Nei. Ég var ekki búin að skrifa. Mér liggur óþálega mikið á. Ég ætla að bera undir atkvæði þessa síðustu tillögu að sveitarstjórn samþykki þessa heimabanka aðganga. Þeir sem eru samþykkir, það eru 5, 6, 8, 1 situr hjá. Og þá er ekki fleiri mál á dagskrá hjá okkur og takk fyrir fundinn og ég segi fundi slitið. Takk fyrir.